Hefur hafið göngu sína þennan föstudaginn 16. febrúar sem þýðir að febrúar er rúmlega hálfnaður. Þetta er stuttumánuður. Já, við erum með fullan bát, Blönduleiti, ég og beint á mótinni sitja tveir snillingar. Annar heitir Steindi Junior og hinn heitir Egill Gils Einarsson. Er þið ekki feskildrengir? Jú, ég er að spája að taka línuna að segja Egils bara, ég hef aldrei verið betri. Já, það er gýr sko. Já, það er bara þannig gýra því að sko Við erum bara í vinnuparti í fyrsta sinn í langa tíma. Við ljóum ekki að hlustundum. Engin ákvörður á bíl. Nei. Við getum árað þannig. Og það er sko, við erum oft kallaðir algjöri félagskyttir hérna í fyrirtækinu. En það breytist á eftir. Já, Það er partí og sín og við ætlum að mæta. Já, og líka verktakatrúnum er boðið. Já, Það er huge. En þarfst þú ekki að borga? Jú, ég þarf endur að borga. Það væri veistlega fótt að fríkti svo Hvað þurftur að borga? Verktakatrú að borga. Já. Það? Þú tekja á ekki fríkstindi, þú tekja að borga krónu. Það mæti bara hellir í þig og skælbrósandi sko. Það er áhyggjur af því. En þeir eru boðið. Það er skrefið rétt átt sko. Já. Það sýnur átt boðið með bara svona kort, þú veist ekki. Þeir var boðið á síðustu árshátíð. Það var 4 dagar eða eitthvað ekki. Já, það var nánast bara fyrir það í kvöld. Ertu laus? Já. Nei, en þú veist, þetta er ekki bara partí. Þetta er líka sko, við erum að fara í old fashion house party og undan. Já, sem er rosalegt, þú veist. Það er hjá nýja yfirmanni útastviðs og við erum all-in, drengir. Já. En veitum við tilefni, er þetta ekki bara hvað svona þétt hópið saman og bara hell í sig? Ég held að þetta sé bara gamla og góða vinnupartí sko. Það er fullt af vinnustöðum á Íslandi sem eru með partí í aðra hverju viku. Þessi staður gerir það nú líka. Já, við erum bara búin að vera lélegir að mæta. Já, ég meina, þú veist, það er mikið söllir í. Ég meina, þú veist, eins og hérna á hæðinni. Það er ekki verið í smá tíma núna. Það er rosa mikið í kampænin vindlar og Svolítið síðan að vera að skála hann upp í kampæðinu sko. Ekki komið tíma á það aftur það? Já, en hvað hérna talandu kampæðinu og vindla, maður að lesa það bara hérna Rúrik. Hann er að mala gull, stendur á dýra. Já, hann kemur mér alltaf ekki á orð. It's so hot right now, hann kemur engum á orð. Ég ætla að vantala með eitthvað skýrslu þarna. Já, ég meina að það kemur engum á orð. Það er náttúrulega eins og við höfum rætt áður, við vorum meira að tala um þetta í blogkastinu, að sko, það er margir influencers eða svona eitthvað sem ná eins og hann fyrir 30.000 followers í 1,3 Er hann svona núna allir ganni sleppti? Hann er stærsti influencer í Íslands eða ekki? Það hlýtur að Já, með hann og með The Mountain og Katrin Tönju og með Animist og með, já, veist, og sem komið TikTok-liðið, þú veist, ef við fyrir í top 10. En sko, það er hellinga liðið sem er með, við segjum bara 5M followers á Instagram og fær 0 krónur í hús. Þú veist, það er bara einhvern veginn að skilar ekki neina. Þú heldur ekki að followa þig. Er það bara því þú krónir svona bots? Já, bara Nei, ekkert endilega. Nei, ekki með það. Þú kannt ekki vinna úr því, sko. Það er svo Rúrik er góður. Hann kann að, þú veist, hann er með komið með stórt following og hann kann að breyta þessu following yfir cold hard motherfucking cash. Það er svolítið ekki allir sem að ná því koncept, sko. Eina, ég gef Rúrik það. Hann er einlægur og hann er góður vinnur okkar. Ég hef ekki náð að veiða úr honum hvað hann fær fyrir að posta. Og ég þólið ekki að því þegar hann kom í glas og svona eins og þú vorum í ferðtöksamlega á Rakelan í London og ég sá að hann komið í gýrin. Ég bara glemdi að reyna að veiða úr honum þá. Ég er svo forvitin. Hann lítur að vera bara með verðskráð. Þú getur hringt og sagt bara, herru, hérna Ef þú ert með 1.000.000 manns eins og hann er með, hver er með 900.000 Hvað þarf fyrirtæki að borga fyrir svona posti á Instagram? Hvað er það að sé? Ég myndi alltaf sé slatti, þú sér hvað hann er að velta. Hann er komið góða veltur, hann er líka að leika í bíómyndum og sjónvarpsþáttum og svona. Þetta snýst líka sko hvaða fyrirtæki. Menn að segjum að þú er með fyrirtæki hérna, þú er með einhverja lampabúð hérna á Söðlandsbraut. Hann er ekki í lampabúðum sko. Nei, ég er hann er að vinna með Boss og Nei, ég er að segja lampabúðin, hún er ekki sko að reyna að rýtsa í erlend audience. Nei. Þannig að Sérðu samt sko, Steindi, við erum bara hreinskilin núna. Annar, þess að ok, við erum að ræða hérna mann sem er með slatta fylgjendum á Instagram. Hann er í skíðaferðum, sko að skála kampaðinni, klæddu frá toppi til táar í Boss. Og meðan eru við að keyra hérna með orkudrykkinu okkar í búðir og setja það á Instagram. Það er aðeins eitthvað að fara að skoða munum hérna á okkur eru við ekki einhverju skíðaferðum kampaðin og lífið er náttúrulega bara ekki sanngjarnt. Nei, skilur, það er bara til miður. Við náttúrulega kunnum ekki að skíði. Man finnur það bara. Það er ekki sanngjarnt. Nei, ég hitti Rúrik bara áðan. Hann var í sporthúsinu áðan að taka æfingu með Dr. Viktor og komin á skrifstofu. Var hann í Versace? Já, veist, hann var alltaf bara ekki, veist, með hári liðað og veist, aldrei verið hugulegri. Þú líka hárið á hann, það er svo þykst. Sér var hann út á Spáni eitthvað og
var, veist að leika sér þar Hann er bara að ferðast allan heim, hlæjandi. Hvað það bara að gera núna, ég er að fara út núna eitthvað, og síðan bara til Mexiko, hvað það gera, Edition er opnað þar, ég þarf að mæta þar, opna nýtt hótel þar, hann þarf alltaf því miður að mæta þangað og gist í svítunni þar ykkur nokkar dag. Greiði gallinn maður. Það er alveg ömulegt sko, tjöfus álega á hann. Við erum svona, ég verð að mæta á foreldrafund í leikskólanum, það er eitthvað sem ég verð að mæta á, það er ekki það, ég verð að mæta á opnunum á Edition í Mexiko. Það náttúrulega er hérna, hann er ballus maður, hann hlýtt að fíla þetta að vera að ferðast bara. Já. En svo er þetta alltaf þannig, langar mann ekki alltaf í það sem maður er ekki með. Er hann ekki að hugsa núna bara ægi djöðl var ég til í að vera bara að keyra á milli búða með orkudrykk og fara svo að hitta börnum mín. Það er ekki eitthvað. Ég meina, hann mun alltaf. Ég var á laus í 7 ár. Þetta er alltaf, þú sérð alltaf hitt í hillingum. Sama hvort þú ert í sambandið ekki. Já, ég sé það nefnilega ekki alveg sko. Ég myndi ekki nenn að vera að fara til Mexiko sko. Ég myndi ekki. Mér finnst svo sko, ég á svo erfitt með að vera mikið eitt sko. Ég þarf að geta töðað í einhverju. Hann er vantalega með meir en nokkur annar maður. Þetta er hann heldur í krakka, þá getur hann haldið áfram að taka sér verkefna sem hann kannski þarf að rótera maður meira. Já, ég þá meira að tala um að hann sé ekki að mæta allar opnanir og hótelum og svona. Það verður erfiðara. Það fer þá ekki að opnanir bara okkur svona boltalandi og einhverju svona einhverju stór barna búið að opna. Svo má ekki gleyma því að þessi frétt náttúrulega tók árið 2022 sko, en 2003 náttúrulega það var alltaf æskaðskonseptið og krikinn og þú veist, það er að fara að pakka saman. Það var að pakka saman 2002 hjá okkar manni þar sko. Já, við þurfum að fá skýslu. Við þurfum eiginlega að fá hann bara hérna. Við þurfum að fá hann í þátt að sem velta steinu með þetta. Já, og beður hann að sæna sér bara inn á heimbana. Já, svo sá ég talandi þegar ég var svona að fara yfir síðurnar fyrir þáttina, sá ég þetta á Devab, ég sá hann á Vísi, þar var frétt Guðni Forseti segir kjaftasögur, einn af svona löstum í litlu samfélagi. Hvað er ykkur að kjaftasögur í gangi? Já, því ég ekki alltaf eitthvað kjaftasögur í gangi. Ég meina, við Íslendingar erum bara með BS-gráði í. Reyndar, það er, ég nenni ekki að fara ég veit að það er að tala undir rósin, ég bara nenni ekki að fara út í þetta. Það er, spáðu hvað þetta er leiðilegt með svona kjaftasögur ef það er svo ekki til í. Þá er þetta bara með, þá er þetta Ísland í hnótskurð. Ég held að ratio kjaftasögum er svona 70-30 allavega rétt manjur. En hvernig byrjar? Ég veit það, en 70% kjaftaði, 30% rétt. Já, ok, en segjum af þessum 70% svo kemur kjaftasæði í samfélagi sem að allt í einu, ég held að vita allir bara hvað er verið að ræða hérna og heyrir út úr öllum áttum. Hver byrja með svoleiðis kjaftaði? Er þetta bara leiðist þér? Kannski þú bara. Ég? Þú getur bara verið að byrja með þetta. Nei, ég hef aldrei byrjað neina kjaftasögur. Það blöður að starta þessu. Hver veit? Já, þetta er steikt sko. Já, það er kannski bara, þú veist, það er til haters. Þeir starta þessu, það er eiginlega ekki fólk sem er í andlu jafnvægi starta þessu sögur sko. Fólk er bara hell í sögur grilla sko. En með sögma sögur þá er, ég held að sé ekki margir haters þarna úti á þessari sögur sko. Sem að ég er, herru okkar. Það er heldur ekki þessi hataguðunar sko. Það er svalur og skemmtilegur. Það er eitthvað topp maður og ekki mestari. Við erum með þrussu þátt í dag. Þú segir ekki mikið Steður, við kemur frá dagsins. Já, ég bara veit ekki eins og hvað er það. Nú sátum við á hann og að preppa og þú ríkur upp kl. 14:25 og sést að fara í klippingu. Út af því að við erum að fara að skemmta okkur eða við erum að fara í sínparti. Hörðu, það labbar út. Mér fannst þú vera hugulegur það labbar út. Ég var klippingu, það er ekki það. Ég aldrei sé svona klippingu svo þetta nú. Þetta er alveg klipping. Já, sko. Bara að stífgela þetta til liða og komið línu og Peaky Blinders klipp. Það er þetta Peaky Blinders feelingur í þessu. Ég er samt sko að safna hárið sko. Er þetta að safna hári? Já. Fyrir hvað ég ákveður að stöðu klippingu? Það er því að maður þarf alltaf að fyrir klippingu samt sko. En ég er að safna topp sko. Ég er að safna nýtt lúk. Já, mér langaði svolítið að fara í einhverja greiðslu sko. Það er rosalegt. Já, breyta til. Það er ekki þetta aftur, það er bara svona alveg allt hárið aftur. Nei, ég veit það ekki alveg sko. Bara svona, ég hugsaði sko. Spáum í því? Já, ég var að spá, ég byrja að safna skeggi og hári. Já, við sjáum til með það. En þáttur dagsins, hann er þéttur. Kæru hlustendur, við ætlum í þekkið ekki hér á eftir. Við erum með spurningkeppni Gilsarans. Hvað er í spurningkeppninni í dag? Það er árleg keppni. Það er uppáldið með þetta er árleg. King of Valentínusardagurinn. Þessu hefur verið áður. Og það er áður. Þetta var rosa miðvikudagur. Þetta var öskudagur og Valentínusardagur. Og sprengjudagur líka.
Og bolludagur undan. Já, ég er að tala var ekki bæði valentínsdagur og öskudagur á saman degi á miðvikudaginn? Það var alltaf bolludagur. Bolludagur, sprengidagur. Daginn eftir á sprengidagur. Þetta var öskudagur og valentínsdagur, já. Þannig að það geti vel verið að það hefði verið konudagur bara eftir nokkra daga. Við okkur eru að hafa sprengidaginn og valentínsdaginn og konudaginn allt bara svona alveg svona þétt upp hvort annað. Það er ekki sér ræður sama konsepti. Það er vika í hinn held. Sko, öskudagur og valentínsdagur á sama degi. Við þurfum eiginlega að heyri Richard þar sem hann er nú vanur að henda sér í búning. Þetta er stór dagur maður. Það er sítur alveg álega okkar manni þar sko, ég lofaði því sko. Þú mistir af einu þegar þú varst ellendis maður. Fá við fréttum að nýju leik. Hann er komið heim sem múrari. Allir skítur og allt í rugli og það er pappa gamli kallar hann svo að múrari. Pappa þinn er múrari. Nei, gamli kallar pappi hans er múrari minna ég. Þú hefur ekki komið heim líka ekki bara sér fastnæst heldur sem múrari. Það er rosalegt. Og Valdís bara fyrir á hliðina þegar hann opnar hurðina á. Já, hann var skítur og kom og var að mæla fyrir flísum. Mér veist það sexy. Já, það er ráð. Já, ég var að gæla. Ég myndi virklega freka að taka mútið múrara heldur en fastnæstsala. Ég elska að góða fastnæstsala þetta sko. En það fá einhvern skítu og hann gæja bara í gallanum. Það er bara á gamlaskólanum heim. Einhvern sem er nýbúin í múrarinn er miklu fastari en fastnæstsala sko. Miklu sko. Herru, æðistreikindir þeir ætla að koma í heimsókn ný sería byrjuð og ég held þetta sé síðasta serían einhverstað sá ég það auglýst til að ræða það við þessa snillingar alltaf geggjað að fá þá sko já, það er smá sko hvernig var þetta gestagangur hjá okkur í dag það gerist daginn líka og það er að gerast Úlfarnir ætla að kíkja í heimsókn líka þú ætla að henda þeim í How Do You Do Fellow Kids já, ég auglýsti það bara á gramminu og það er að dritast inn frasar þannig að þeir eru að fara í hörkukeppni þeir voru ekki út sturla myndband djöðala flott maður og svo eru útgáðutónleikar framöndan hjá þeim, við ætlum að fara eins út í það og Háski tíkir í heimsókn líka sem á eitt vinsælasta lag landsins í dag með Pretty Boy Choco og hvert er þetta að fara? Hann er aldrei mætt áður Nei, aldrei komið, þannig að það verður ákveðverst að ræða við hann annars er þetta bara mennað undirbúið sig fyrir party í kvöld Já, það ekki, ég meina þú segir menningali gýra Party heima á sig Já, þetta er bara party heima á sig og svo er farið yfir í Svo farið í þróttaraheimili Svo farið í þróttaraheimili og það er bara sól á skiltinu búið að vera í dag sko Þetta er bara tveggja minn og lappið niður Þetta er fullkomið setup sko Buglandi birta og það er bara gýr Já, en ég talandi þróttaramerkið það er ekki langt frá Laugardalshöllinni og þessir hér snillingar þeir verða í Laugardalshöllinni í maí og sveimi þá ef þetta er ekki bara mitt upp á slag með þessar hljómsveiti allavega með okkar besta Ágúst Bent mætir í næsta lífi kannski í næsta lífi auðningi með XXX Rottweiler í höllinni í mæ og ég rosalega sé inn á tix.is hér var það eitthvað öðru, ég man ekki alveg hvernig það er en það er ekki flókið að tjekka hvað þið græðið miða á það ég glemdi þetta í fyrstu innkomningir að við erum það var tilkynning hjá okkur líka við erum að fara að byrja þetta er stórt föstudagslögin byrja aftur næsta föstudag nema að það er smá breyting á Jóhanna Guðrún ætlar að sjá föstudagslögin næstu 6 vikur það er rosalegt hún er að fara að henda í nýja sýningu að mamma þarf að djamma og miðastala er þar á fullin á tix.is og það var uppselt löngu fyrirfram þar daginn það er holy shit þannig að hún ætlar að taka föstudagslögin í FN95 blöð 6 vikur fram að gigi og lægið sem eru vinsalast af þessum 6 lögum ætlar hún að taka á kvöldunum og hlustendur getur líka að senda á okkur og beðum lög ég menna við getum bara pizza á Jóhannu hún velur ykkur 6 lög þú segir vinsalast eða bara myndu það bara út frá alltaf nú neklusu bara á ég er að fara að bæða á Spotify eða YouTube og eitthvað það sjáu bara hvaða lag færi mest að hlusta Það er ágætt Við fáum líka að putta niður hvað hún syngur líka þetta Það er ekki Við erum alltaf að koma með hugmyndir Við erum búin að byggja að syngja lag í bingoinu lengi og ekki bara heimta það sem fyrsta lag Hvað Zombie Hana syngja það Já, það getur rosalegt Þannig að Jóhanna, þú ætti að hlusta þá viljum við Zombie sem fyrsta föstudagslagi í næstu viku Ég væri til að heyra líka Hetjun og hverfinu Hetjun og hverfinu? Já, þú þurfum að velja eitthvað góð lög hana Já, það má að vera svakalt að heyra hennar útgáða því Ég ætla að byrja slúðupakkan og fyrsta slúðrið er að hann heitir reyndar ekki Stifler en hér stendur Stifler hefur sótt skilnað Er það Stifler sem bara Stiflers mom úr American Pie? Já, hann heitir Sean William Scott en er betur þekktur sem Stifler úr American Pie Hann er að sækja skilnað og hann og Olivia Korenberg hafa verið saman eða verið gift í 4 ár og eiga þau eitt barn saman en nú er sambandi dautt og þurfum svo sem ekki að vera ræða þau en ekki saman þegar fólk er að skilja en
Hvað varðum okkar besta Stifler? Stiff Machine maður ekki sé hann í Stiflerinn, hann vildi fá dramahlutverk. Hann var með svolítið Stifler nafnið. Það fór í töðunum hvað var hann kastað, tæpkastaður. Hann átti bara að vera þessi típa og write that shit áfram. Það var ennþá Stifler þá sko. Okkar besti maður sköllótti minn maður Jason Statham. Já, hann ekkert eitthvað kvartið hvort hann sé beekeeper eða þess að myndir heita bara alltaf eitthvað annað. Jú, var beekeeper góð mynd. Er þetta grínast? Já, það fucking mynd. Ég hefði haldið þetta væri leiðilegasta mynd bara sem gerði verið rosaleg. Ég sá bara coverið, við ég hugsaði. Ég skal segja ykkur nákvæmlega hvað ég hugsaði. Ég veit ekki þessa mynd bæðu. Ég sá bara beekeeper skilti. Ég hugsaði bara, ok, þetta mynd sem einhver svona gamall gæi sem var einhvern sem í löggunni, CSI, hernum eða hvað sem þetta sérsveitamæður eða eitthvað. Hann fór og flutti út í sveit og fór bara í hunangi. Það enda hárið eftir alltaf. Já, og dóttir hann segði að það kemur einhver og heyri, we need you back, sko. Hann hættur samt og svo í lokin þá hjálpa bíflugunum. En af hverju change of winning fucking formula? Hann er að berjast og það koma fullu bífluguna líka. Það er enda að gerist ekki sko. Þessi formúla sem þú telur ein besta formúla bíómynd sem þú getur fengið. Eina sem ég hef fengið nefndu eina góða bíómynd síðustu 5 ár. Þú getur það ekki? Jú. Það er bara búið að gera russ. Það er einu og góð ístakmynd. Loksins bara kemur álvöru old fashion action. Að beekeeper sé en besta mynd. Já, þetta er bara 90 mínútur eins og gömlu aksjómyndina voru. Ok, ég fíla það. Frá fyrstu sekundu action. Ég fíla þá lengdamyndu. Og hann er að gera nákvæmlega sem er bestur í að berja menn alveg í drasl allan tíman. Hann hættur sem sagt orðin beekeeper? Já, málega, eina sem hann vildi gera ég ekki eðilega myndina, hann vildi bara vera með hunanginu að sjá his fucking bees hann vildi ekki netta hann vildi vera í friði og sjá his bees svona kallar vil alltaf vera í friði en málega þetta er eins og Steven Seagal myndinar en ég er áskrifandi að okkur 40 veitum og var heima að skoða eitthvað Apple Store eitthvað sem sé bara beekeeper top 3 allstar hún er að fá álvöru þetta er álvöru monster hit hjá fyrir 12 ára krakka hann er að rakin þetta er álvöru monster hit fyrir úlinga þetta er það vinsæl mynd úlinga? Ég er ekki úlingur nei ég veit það ég er lakið til að sjá hana Steindi vil bara fá okkur gæja sem er býri kallar og spáði að drepa sig það er Steindi nei herru þú vil að finna 90 mínútur 180 mínútur að gæja bóðandi snakk í myrkri nei ég er búin að horfa sko nýlega þú veist ég meina Triangle þetta er svo góð með saltbönn góð, skemmtileg saltbönn er einhver steiktasta mynd sem ég séð sko. já, og það er svona góð sko svolítið svona Parasite feelingur já, þetta var svolítið hvað heitur hún með Matt Damon Mr. Ripley, talented Mr. Ripley feelingur, svona vinur sem langar rosalega að vera alltaf með görnum mannski með Matt Damon og Jude Law Gwyneth Paltrow var held í henni líka en bara þú veist, hún er betri mynd en gauð sem er að berja allavega með bíflugur en sko beekeeper, ég það fattir í hvað þetta er góð mynd en það er eitt í þessu finnst þið skemmtilega að horfa mann vera að sjúa sæðu upp á baðkari heldur en að sjá hvað þetta er að berja Jason Statham newest movie Beekeeper was success both among critics and audiences earning 134 million at the box office with 70% rating on Rotten Tomatoes hún er sko ekki bara það eru gagnrýnendur og gómurinn er að elska þetta The Beekeeper og saman tíma þú syngjandi með raskatum og þetta er allt saman record næsta mynd sem ég er peppað fyrir Dune 2 ég líka, Dune 1 er einn besta mynd sem ég sé langa það var síðustu 5 ár, þá myndi ég setja Dune bestu mynd síðustu 5 ára ég vil ekki sem tekja hún er í rugg það er ekkert meira enn sem ég elska en að því að við verðum alltaf Steven Seagal menn sko það er alveg staðfest sérstaklega fyrstu 5 síðustu góða mynd hans var Pig það var Cage okkur við liðum og hvað sagði Steven Seagal Steven Seagal Auto Justice og Nico og Hard to Kill og Under Siege Steven Seagal þarf að hit núna já, sko Nicolas Cage sendir í 40 slæmar svo alltaf inn á milli negli já, ég meina hvað er síðasti hit ég get lofa þér, það kemur ekki negla með Steven Seagal í dag sko jú, hann hendur þetta í rosalega löggu þetta hann var lögga síðasta myndin hans hétt held ég The Sniper og hann var einu sinni myndinni með Sniper og það sást í vírana sem voru tengdir í menn sem hann var að kýla sko en það er eitt í þessu það er svo fyndið, ég elska að sjá svona klippur á svona reels á Insta
sígalir Já, þú varst búin að segja þetta þegar hann var í lestinni. Ætlar alltaf að segja sömu söguna. Ég sagði þér ekki hér. Jú. Ég sendi þér það bara. Nei. Ég var ekki búin að segja ykkur hérna. Þú varst búin að segja þetta Þegar hann var í Undir Síðust 2. Já. Af því hann var bara hann var gestur í lestinni. Hann var bara farþi. Hann var ekki að vinna þarna. Nei. Og hann fer inn í eldhús. Casey fucking Brightback was on that train. Ég veit, en hann fer inn í eldhús sem Casey gestur. fucking Ryback Hann gera hann í ekki fleiri bara follow up þar Casey Ryback bara komin aftur Já. Veitu hvað, það voru bara 200 Já, nummer 3 Já, herru, og hann fer og tekur þeir eru að hræra deig, búið köku kokkarnir, hann er gestur í lestinni og hann mætir, tekur skálina ætlar að kenna þeim þetta hræri tvisvar, setur henni örbylgju á 15 mínútur og segir svo bara, svo er hún bara tilbúin Já, hann var kokkur. Já, ef þú setur deig inn í örbylgju í 15 mínútur heldur það sé kaka sem kemur út Já, það var ekki Ég held að það sé ekki að skrýtnast Þetta var lélegasti kokkur sem ég sé Seagal og Nicolas Cage eru með sama koncept Þeir hendi 30-40 hræðilega myndir Einu munun er að Nicolas Cage hendir í Winner Af og til Cage er náttúrulega Seagal þarf að fara að gera vinna með það koncept Ok, Cage er talandi öðru um level, hann er bíómyndir, Óskarsverðlaunaleikari. ég þarf að fara í næsta slúðupakka. Nicolas Cage er geggjað leikari Talandi um bíómyndir, það er að koma út mynd sem ég vissi ekki eins og það væri að koma út. Tökur eru núna á leikinni kvikmynd í fullri lengd ævi Michael Jackson, titluð Michael. Þú verður að vera Hún fremstur á þeim er í fullum gangi núna og það er einhver frændans sem er að leika hann sem heitir Jafar Jackson og fólk er að tala um að það hefur aldrei sjáu þetta. Maður sér ekki munin. Hann er bara nákvæmlega eins og hann hérna. Ég sé reyndar alla tölvuna en ég sé svo illa út svo langt frá mig okay. En ég skilði þig En hann er mjög líkur. Alveg eins og er bara í þessu myndu sem búið að gera eins og Freddie og Elton og þetta er svona tískubylgja Langt besta svona myndin var hérna Johnny Cash myndin. Já, hún var geggjuð sko. En hvernig ætlaði að gera þessa mynd? Hvernig ætlaði að hafa hana? Þú ættir að leika þetta Þú sé þegar þú tekur Nei, ég er að segja að þú veist Það er svona 10.000 sinni betri sko. ætlaði að fjallum þú veist, hvaða tímabil skilur er það Hvað er það að fara út í? Hann er að fara í rassadæni Nei, ég basically Ég veit nákvæmlega hvað hann er að gera Nei, Ég basically spáði hvort sé hérna Ég held að sé svona að vera að fara bara Hvað þetta er bara í rauninni sko 90s og eitthvað svona 90s? Ég veit ekki hvað Það veit ég ekki maður Leikin mynd Jackson Já, Ivans En það eru dröllarið Beekeeper og Michael Jackson Sko veist það er tveir mot einu minn Það er enginn að Ég er náttúrulega ekki búin að sjá þess að mynd Hún er í framleiðslu Box office hit Ég er heldur ekkert að drulli við Beekeeper en sko Jú, sagðir að þetta var úlingar sem fíluðu þetta? Nei, ég er að segja að þú veist það er bara Það var smá disk Worldwide Monster hit sko Stundum Emma er bara, ég er ógeðslega oft til í svona myndi, setjast bara í sófan og horfa á okkur sem ég þarf ekki að bæli sko Þetta er bara Popgun, hún var góð Þetta er Pop, Pepsi Max og bara 95 mínútur og Jason Statham að berja menn alveg í drast Já, ég meina, það er bara gott að blessa En nú er ég að vera alveg hreinskilið drengir þegar Michael kemur í bíó og ætla að fara að sjá hana Já, ok Ég bara hef aldrei verið, þú veist, núna ég veit ég að ég er komin á djöfulli hálan ísblöð sko Já, sko, þú ert löngu komin á hálan ísblöð Já, þú veist, Þú búið drullið við Stevie Seagal, Nicolas Cage, Jason Statham, Michael Jackson Hver er næstu? Ég drullið aldrei við Stevie Seagal, ég sagði að ég væri Stevie Seagal maður og ég meðast Nicolas Cage Þú hrósaður honum og svo gafst honum lest Nei, mér bara fyndið, bara þú veist, það var ekkert verið að liggja yfir hand Þú varst að segja að hann kunni ekki að baka Já, bara basically að segja, það var bara ekki verið að liggja yfir handritun á þessum myndum Þú veist, það var bara verið að stóla svolítið á beinbrotin Hérna, Jackson er blöð En varst þú aldrei Jackson aðdæmandi sem úrlingur? Nei, þú veist, ég hef aldrei átt geisladisk Hann er rappari Þú veist, ég hef átt aldrei diskin það var aldrei mikið, þú veist, ég er meira bara svona kynnast hún svolítið gegn þig, sko Gegnum mig, það er eitthvað bílar Herru, svo er það hérna síðasti slúðupakki dagsins og það er Giselle Bundchen Ég tók þennan hérna móla sérstaklega því að það er svolítið bara að pakka þér saman núna Egill. Hver er það? Giselle Bundchen Það er ekki að þau halda sama dag og ég fara í partí fyrst alveg heiðarlegur bara einn frægasta Hver er Giselle Bundchen? Var gift Tom Brady Móttu vera til skambarinn Stenþór Veistu hvað Tom Brady er Stenþór? Tom Brady er sem leik hérna bara í Sem leik, nei, hann var í NFL Já, ég held að tala sem leik Bane í Batman Hann er Tom Hardy Hún var gift sem sagt Tom Brady og er einn frægasta fyrirsæta bara allra tíma Hún er núna byrjuð með jiu-jitsu þjálfarunum sínum sem heitir Joaquin Valente og þetta finnst mér aðeins svona ég þarf að ræða Hvað málum þess að gælur sem við alltaf Nei, þú ert að meina að það veri engin möguleiki fyrir a hot celebrity að byrja með einhverjum Nema það sé her coach Nú, ok, það er svolítið þessi celebrity sem er með fetish fyrir the coach Það veit enginn hver Joaquin Valente Jó, þetta er frægur jitsari botið sko Þetta er svolítið, ég er með hot celebrity coach Kíktu á Instagram með hans
Hann er pottit með, ég ætla að segja hann sem með 1 million followers. Hann heitir Joaquim Menni Valente. Já, ég þarf ekki að sjá hann, ég veit ekki hann haugulegur sko. Joaquim Valente. Já, og svo hvað hann? Instagram. Þetta ekki þekktur ná, ekki? Það sem 0 followers líklega ekki hann. Nei, hvað heitir hann? Kim Joaquim Valente. Hvernig við skrifa Joaquim? Sko, þessi er þetta með private Joaquim Valente, eins og það sagt. Joaquim Valente. Ég er ekki að skrifa það. Það er að segja, það veit ekki hverju svo góðir er. Skrifa þú þetta á Instagram. Já, ég er bara að fann þetta og... Hérna er hann. Nei, þetta er ekki hann. Nei, ég held að sé ekki eins og hann á samfélagsmiðlum. Þannig að mér finnst aðeins verið að pakka allir saman hann. Því hann vildi meina að svona píur eða gauður myndi aldrei nema það sé The Coach. Nema það sé The Coach, já, ok. Það er undansetningarna. En þetta er ekki, þessi gæði er ekki undir rúmfattalaganum. Þetta er Jiu-Jitsu Coach. Já. Það er svona, þá ertu komin ekki þekktur. Já, sýnist að vera hann trekkar huggulegur, sko. Ég er með mynda á hann minna. Ok, en þess að, hvernig myndin á hann? Fannst það á Instagram? Já, þetta er eitthvað frægur jitsari pottet. Já, þú veist, ég fann bara mynda af hann. Þeir mynda saman. Hún er svona... Já, huggulegur. Hann er í karate gallan, sko. Já, hann er... Mástu að steindi út í karate gallan? Já. Allir huggulegir komin í karate gallan. En það er eitt í þessu, drengir, sem þið eru alltaf að miskila svolítið mikið í þessar umræðu. Og þú veist, eins og bara, hvað er frægast að Hollywood-stjarnan bara? Þú veist, Beyoncé bara, tökum hana. Hún er ekki Hollywood, en sönguna. Já, þú veist, já, og hún er í elitunni. Og hérna, segjum að hún var einhlipp. Og hún myndi vera hrefina Sigga Smith, skilur. Það sem ég held að sé hana, og ástæðan fyrir því að frægt fólk er alltaf saman og allt þetta, en ég held að Siggi Smiður myndi ekki megið það, sko. Já, myndi ekki öfugt, fattur þau? Af því að það er enginn sem nennir að vera allt í hennu út allt. Já, Egill vil meina að hérna Notting Hill geti aldrei gerst í alvörunni. Hvað var hún áttu? Það var akkurat svona. Já, bara labbaði Julia Roberts inn í bókabúð og Hugh Grant var að vinna þar. Já, hún var að vinna í bókabúð bara. Og var þetta ekki, hver, gekk það bara upp eða? Já, fór ítla en endaði vel. Ég er ekki að myndinu fyrir ykkurum. En sko, ég held samt að, sko, á sig að vera leðilegur, þú veist, þetta er short term shit, sko. Giselle Bundchen og Joaquim Valente. Þetta er bara smá fling með The Coach, skilur þú? Vonum smá fling með The Coach. Síðan byrjuðum bara næstu mánu með George Clooney, skilur þú? Alltaf hún millifæri sér alltaf beint yfir eitthvað þannig gæja, sko. Vona ekki. Þetta er stutt stopp. Þið meður fyrir Joaquim Valente. Fíla þetta, en þetta var slúðurbakki dagsins og hann var bara drullu góð. Það var frábært. Alvöru slúður í dag, sköldum auðlýsingar og svo förum við í þekki eða ekki og svo mæta hér æðistrenginir. Við erum að FN 957 hér á FN 957. Það fyrir líður að lækka niður þessu lagi sem heitir Calm Down sem að... Þetta er ekki besta lagi sem ég heilt. Það er fóskalag. Þú mættir alveg fóskalag eftir. Spila Spotify og... Herru, við erum í svona gýr. Já, ég finna. Ískaldu túborg. Það er allir... Það við tekið eftir sem Brótis hættu FM, þá kælur nokkar að það fyrir. Hann hakkast ekki. Guð hjálp, þú ert bara að nærra dama. Nærra er yfir með hann í krónuna. Mér hefði sagt að maður eigi að nærra með bara að láta finna svolítið fyrir því, sko. Þú veist, það er hættulegt að vera að byrja þetta inni. Já, þú ætti samt að setja í handakirkar. Nei, nærraðu bara. Maður fyrir eitthvað eins hérna. Herru, við vorum að heita Sigmund Davíð þetta frammi. Já, kóngurinn. Við hefum ekki hitt hans síðan að Skaupið var tekið upp. Já. Og hann var mjög ánægð með Skaupið sem var gott að heyra. Já. Hann er með þykkt bak, hann verður ekki að grenja við því að þið hérna setja AI og... Hann var líka... Hann sagðist bara mjög gaman. Já, þetta er bara stemning, heiður að leika Sigmund, sko. Já, þú leikst það náttúrulega. Hakk. AI leika er svona bjóðandi. Það er magna hjá hár réttuðan og kælir hann tróðfullur. Þannig að þetta er líklega svona rannsókn okkar hefur leitt í ljós. Þetta er líklega verið svolítið Brodís. Þetta er auðvitað líka Tommy Stendos og Ríkard og Þráinn og þetta er held ég að segja nú að Tommy er hann yfirmaður núna. Sér Exi. Hann á hann dagskrárstjóri Exi. Nú getur hann ekkert labbað yfir og stólið á okkur félagunum, sko. Nei, er það ekki fyrst núna sem hann algjörlega getur? Ég veit það ekki, það er ekki eitthvað skrítið. Reyndar verði að setja eitt hérna I have to call bullshit á þið þarna Egill því að Tommy Steindor sendi á mig held ég í morgun frekarinn í gær Ekki segja maður að hann sett mynd að sér að fara í kælin. Hann sendi klukkan
18:53 í gær Krítað á mig 4 grön Enda nóg eftir í kælinu samt Krítað á mig 4 grön Það er eitt að stila einum Tommi Steindós, dagskrárstjóri Exis Lappaði inn og tók 4 Ég tek allt tilbaka sem ég sagði Ég dýrka þetta Því að hann ekkert að drekka 1 sko Hann drekkur 4 í einu Hann opnar hann er allan með sómakendi að láta okkur félagar Hann lætur vita Ég hef ekki skilja bara á þráin Þegar þráin við eður hennin og skiptuðu skónum Og svo er það bara til tæmir kæling Hann er ekki unnið þetta í 2 ár Svo kom, ég held í greindarkall Ég er með allt og mikið emojis hérna Mátnaði 2 Já, þá sagði hann Nú er ég orðin vaktmaður blöðkælisins Ég ætla að telja klukkan 8 á mótnana Og aftur klukkan 16 á virkum Hér, hann er byrjað með vörutalningu sagði hann. Það er rosalega Hann er alltaf að fylgjast með þessum Og líka Richie, ég veit hann að Richie er að hlusta Hann er að keira og kvólsöll Þetta er hérna og hann elskar að fara svo út á landana með hann King Richie, hann er alltaf út á landa hann er með þetta drasslanda sem er aftan á bílnum hann hvað er þetta, hjólhísið eða eitthvað og hann bara keir út allt svo hann leggur sig bara þar og hellir í ég verði seitt svona tjaldvagna maður hann er náttúrulega ekki að fara með hjólhísið núna ég veit það ekki, hann sagði, ég hittaði sporthúsinu í morgun í miðjum ég sagði, Rík, nú með loksins bóði í partí og síðan til að mæta ég er frá Konsvell ég er hvað í anskotan, þá var hann bara þar með familíun þú getur ekkert gist í hjólísi núna nei, það er ekkert hægt ekki miðjan februar Ríkki er svolítið Griswold sko, veist, ef það er ekki enginn er að gera þá gerir hann það samt sko en málega er að þú veist, ég væri til í að verða þessi gæ sko, þú veist, og ég var ekki að tala um eitthvað hjólísi og fellísi ég væri til í að fara í gamla góð tjaldvagn vera með prímusinn glemdu þeirri hugmynd nei ég segi ég langar að vera sá gauð þar til þú byrjar að reyna að henda svo nei mér langar að vera sá gauð en ég er hann ekki mástu það públeiði þetta hann leiði stóran bíl ég leiði húsbíl og það er bara mjög fyndið ég veit að stundum þú segir þetta menn er svona ég var með ekki til skammar ég var með til skammar og það er bara hár rétt hjá þér en það fer ég aldrei aftur í svona kjaftaði en hvernig þú verður að tæma klósetti og svona já, varum við til skammar í því og svo þegar ég var að keira út af tjálsvæðinu þá voru bara allir hlerar opnir og hérna, hvað heitir hann fræga löggan hérna, Jón Þór, hvað heitir hann stóra löggan, Geirjón, hlaupand og eftir með bara já, sko, þú ætti líka blöðu ekki vera keirandum eitthvað land, eitthvað í hjólhísi þú ætti bara vera í hot suite á edition með champagne það er alveg hægt að vera drekki your shit nei, ég verð að viðurkenna það en við erum drengir að fara núna áður við fáum mæðiðstrengin hengað hús og þá erum við að fara í dagskrárlið sem að heitir Þekkið ekki og það er bara 3 spurningar í dag lægið er komið undir það er ekki bara fínt, það er svo mikið að gera hókur jú, það er gestagangur og hellingur að vera þannig að það verður bara 3 spurningar núna hvor er ætlar að fara fram á undan? Ég skal fara fram á undan Steindi við fram og þá byrjum við hérna hvað ætlar að gera fram í? Ég ætla bara að tala við Sigmund Davíð, hann er farin með bylgjuna skilaðu góðri kvæði en þú veist, þú voru að vera hérna á prentana þannig að sjá þig herðu, Egill hvernig erstu? Ég er bara ég held sér frábær allt gott heima og svona allt gott heima og ég vinn mikið þessa dagana því að þá vinn upp Tenerife-ferðina og það er álag með það en svona fyrir það er ég bara léttilega bara kátur ég er bara í vinnupartí í kvöld og já það er ekki, þú fegst bóð með góðum fyrirvara núna já, sem ég skrifir þetta átt ég þarf að borga, en það er alltaf já, þú höndlar hennar skýtsamann að borga herru, veistu reddi, ég þekki ekki fyrsta spurning hvað við Steinda heldur að fara mest í taugarnar á honum ég hef ekki verið með þessa spurninga nei, þannig að hann hugsa svona þegar, veist ok, hvað er hann að hugsa skeit ég þarna, þetta eða bara núna, ef hann er að hugsa hvað fyrir mest í taugarnar á mér við sjálfa mig já, þetta er ekki eitthvað svona við hann sjálfan, þetta er ekki svona hérna eins og hérna eitthvað í umhverfun í rauninni, þetta er bara við hann já, við hann sjálf það getur verið útlitslega, persónlega hvernig sem er sko það fer allan ekki taugarnar á honum þegar hann er sein nei, það er alveg löngu sannað gæti ekki verið saman með það ég held stundum að sé grenjandi og hlátur þegar ég er að vera gæðugur á hann já sko ég ég fengi kannski 7% af þessu þú fengið en eitthvað minna 1% þegar við erum saman og hann er sein og þegar hann kemur inn hvað segir ég, já herru ég var aðeins hann lappar en skælbrósend gæti ekki verið meira saman þó að hérna hann hafði ekki það þó hann hafði verið að þú veist eigða tíma fólks í vitleysu og aðra lappar en grenjandi og hlátur þannig að það er ekki það það er alls ekki það sko ef maður segir það þá er maður að ljúga þá var það mesta líi dagsins sko ég er að velta fyrir að ég sko það gæti farið í töðunránum hvað hann er graður sko nei, hættu, og það er ekki það hann myndi líka aldrei segja það nei. og svo er hann ekkert eitthvað graður en næsti maður ég eiga marga vini sem þeir heldur mikið töðunránum sko já, ég get lofa að það er ekki hann þá held ég þetta sé sko eins og við veitum báðir hann ofugsa hlutina
og svo fyrir heila honum að spírala og hann fer að hugsa worst case scenario sem allt í hennu endar í 10x worst case scenario og hann allt í hennu komin í eitthvað worst case scenario sem myndir ekki sjá í bíómynd þú veist, þannig að það þarf stundum að stoppa hann þegar hann byrjar að ofugsa hlutina. Það er rétt. Þetta er svona ofugsa hlutina í blandi paranoju og ég held að hann átti sér stundum á því en samt næri ekki að stoppa sig. Þannig að þú veist að það farið mest í töðunar á hann hvað hann ofugsa. Já, ég held að hann fattar stundum sjálfur hann fattar stundum sjálfur bara nú er ég eiginlega í ruglinu en hann heldur samt áfram. Já, hann getur ekki að stoppa sig. Nei. Næsta, á skalanum 1 upp í 10 hversu mikið spáið þú í útlitiðinu? Ok, sko miðað við hvað ég skammaður oft til að spá lítið í útlitinu og get ég allan ekki verið að skora eitthvað mjög hátt hana þegar ég fær reglulega lestur. Hver er að skamma? Ég er alltaf bara í joggingalanum eins og því ég minnist reglulega og ég er bara í sportusinu aðstofa fólk að koma sér í form og svo er ég bara heimskinn þessum daginn eitthvað rakaði mikið nokkar daga og þá var alltaf hrósa því en þá kom einhver komment á það en svo á móti kemur fer ég í klippi ykkur 2 vegna fresti sem vinnur svolítið á móti öllu sem ég sagði á hann og ég fer í tannklefan sem er skaman því ég lapp út alltaf kaffibrún þannig ég þarf að finna ykkur millivann og ég held að sanngjarnt sé 7 en það sem er perrandi við þetta ég get lofað að hann segi 7. Já, það er 100%. Þú varst bara að segja satt. Síðasta spurning, ef þú myndir vinna 300 miljónir í lottói, hvað var það fyrsta sem þú myndir kaupa? 300. Já. Sko ég er fjölbýliskómur og ég hef aldrei átt heima í í öðru en fjölbýli nema það áður en ég var mamma og pappi Fögrubökkinu Kópavogi og vissulega einbýlishúsi þar og þetta sko en sko ég var ef ég myndi fá það inn það er ekkert sem ég þarf í rauninni skiluðu ég fer reglulega í frí sem er þetta skemmtilega sem ég geri ég held að sé bara ég myndi stækka við mig og mögulega fara í huggulegt parhús eða jafnvel einbýlishús þetta er þannig upphæða þá get ég verið eins og þið þið 2. Ég er náttúrulega aldrei búið í einbýlishús á æðinni þegar þú varst í einbýlishús með foreldrunum þínum þá var ég á foreldrunum mínum og ég átti ekki herbyggi plaggutum mín voru í forstofunni og ég svaf í sófanum sko. Þannig að drullaði bara út og ég ætla að fá að Steinda hérna þá hoppar Egill út Steindi, herru, æðistrengirnir mættir þeir ætla að koma hérna í spjall eftir smá klárum fyrst, þekkið ekki kemur Juneboy 3 spurningar, ertu tilbúinn? Já Ég ætla að spyrja þig líka Æðismenn voru að labba hérna Já Það er litið feskir Þeir eru alltaf hérna Herðu, ég er bara geggjaður sko Jó, ég er bara í gýr Það er bara þannig, við erum að fara í partí Já, alltaf på 10 Já Fyrsta spurning Hvað við Egil heldur að fara mest í taugarnar á honum? Já Og þetta er eins og ég sagði við Egil Þetta má vera líkanlegt eða andlegt eða bara sama hvaða sko Hvað heldur að böggi Egil mest við sjálfan sig? Við sjálfan sig? Ég meina það hlýtur að vera þreita eða þinga hann er alltaf hann sefur meira en nokkuð maður sem ég þekki já þess vegna held ég að fara mest í töðunum ef hann er þreytur, illa sofinn já en ég held að þú segir ekki að fatta á spurningunum hvað við hann fyrir mest í töðunum á honum er það ekki það að vera illa sofinn en ég heyri bara ekki rétt svar sko nei hann er ekki búin að svara því hann átt að svara þig Já, ég myndi segja það. Þú veist að hann þolir ekki að vera, þú veist, illa fyrir kallaður, illa sofin. Hann vill bara vera búin að sofa í sína 12 tíma, skilur við. Ok, þreita segir þú. Ég myndi segja að væri þreita. Eða, já, þú veist, það getur ekkit annað komandi greina. Ok, þá er næsta. Á skalanum 1 upp í 10, hversu mikið spáir í útlitiðinu? Ég? Já. Ekki að mikið og þú heldur. Jú, nei. Nú þóttu bara að reynskilin við bæðið mig og hlustendur. Já, ég, algjörlega. Það er enginn bara sem ég kynst á æðið minni og teki alla með sem ég kynst og spáði mér í útlitið sínu. Ég spái mikið í því. Endalaust. En ger ekkert í því. Þú veist eins og... Jú. Nei. Víst. Þú veist, þú varst næstu á seinni þáttin núna því þú varst að komast í klippingu. Já, þú veist, mér langar alveg að fara að kaupa með gott andlitskrem eða maska og eitthvað svona, vera með svona stemningu. Ég ætti að vera því með hvað ég pæli því. Hvað eyðirðu mörgum mínútum á dag til þess í spegli? Mjög lítið. Nei, Steindi hættu. Nei, nú er ég bara ekki bull. Ég er að vera alveg Þú ert alltaf í speglun. Ég náttúrulega er alltaf á ferðinni
Hvað á ég að vera? Í bílspeglunum bara? Já, oft séð þið þar til dæmis Kík í spegil? Ég hef setið í bíl sem er að frjósa og þú ert ekki búin að starta honum að því að þú byrjar að fara í speilin sem að er baksinni speilin. Og er ég að ljúga? Nei, ég er með kuldaexem. Og ég hef sagt við þig, það er nú alltaf að starta bílnum áður að byrja að spegla þig. Já, en ég er með kuldaexem. Ok, það er þá bara hluti af útlitiðinu. Hvað ætlar að gefa þér? Af því að ég veit að þið langar að setja 10 á það, sem er náttúrulega ekki rétt. 7. Þetta er ekki undir 9. Undir 9? Ég fer ekki herran 8. Það er bara satt sko. Ég er ekki heimaðið mér á. Steindi, þú fegst bólu og þú stakst í hana með nál. Já. Af því þú vildir ekki vera með bólu út að borða. Ég fekk bara bólu á gagnuða. Já, og þú varst að vera rugglaðar á henni af því að þið fannst það svo ljótt. Nei, ég fór að fikta í henni. Já, af því að það fannst það ljótt. Hún var ekki tilbúin að bólna á hún. Og það ákvað ég að ná í nálina. Ég ætla ekki að skipta mér þessu, hvað ætlar að gefa þér? 8. Mér finnst það bara drullu mikið sko. 9 er bara 9 ertu að hangi spegla alltaf daginn. Sem þú verðt? Nei, ég er að gera það ekki. Ég horf í speil á mótana. Já. Þú veist, þá er það bara að busta og horf í speil. Og þú ert að pissa. Og þú tekur svitaskeinu og svo speglar þið í svona góða 10 mínútur. Ég er ekki með speil bara fyrir ofan klósettið. Þú veist, ég er ekki að spegla með mér að pissa. Er ekki speil á klósettinu? Jú, en ég er ekki að spegla með mér ég er að pissa. Nei, klárar að pissa og svo speglar þið. Þá horfi ég í speilinu. Hver gerir það ekki? Horfur niður og fær bara hendar. Kíkir ekki í speilinu. Og þetta er ekki einhverja 3-4 sekundur. Nei, hvað heldur ég sé? 5 mínútur inn á baði? Góða 2. Aldrei. 8. Staðfest. Já, mér finnst það bara drullu hátt með þess að mér langaði 7 að það. Ég ætla ekki að fara að rífast þig, en mér finnst þú gera lít úr. Nei, og ég sverða. Þetta er ekki ég eitthvað. Ég náttúrulega er svo mikið með þér að þú sérð alla speglaferðina mína. Ég ætla að spyrja konuna líka. Já, en speglaferðina mína sérð þú. Þú ert alltaf með mér sko. Þú ert alltaf í speglinum? Já, 8. 100%. Síðasta spurning, ef þú myndir vinna 300 miljónir í lottói, hvað er það fyrsta sem þú myndir kaupa þér? Sko, við erum ekki að tala um eitthvað svona að ég myndi borga niður skuldir og eitthvað svona þannig tótt og borga skuldir á fjölunni og þannig vesen. Þetta er bara sem ég Hvað myndir þú kaupa mér? Þessi er erfið maður. Ég myndi eftir að kaupa svona, geti keypt season tickets á UFC. Þannig ég væri basically alltaf bara með mitt sæti á öllum eventum. Er það hægt? Ég held ekki. Jú, það er auðvitað hægt. Erfitt að kaupa season tickets, þetta er aldrei á sama stað. En þetta er auðvitað ógeðslega dýrt. Ég meina, þú veist, sæti á ykkur risa event, góð sæti getur kosta bara 1.200.000 sko. Á það ekki bara skrifa floor seats á UFC? Jó, floor seats á UFC. Já, en það er ekki bara svona því að það er ekkert season tickets. Já, á einhverju náttúrulega risa karti, skilur þú veist, maður myndi alveg splæsa í eitthvað alveg dæmi og svo svo langar mér þetta líka í ég væri til að kaupa sumbústa. Það ætla að setja það frekar. Eða sumarhús erlendis. Þá get ég bara flogið út og vera alltaf í húsinu. Ok, hvað er svarið? Mér langar líka í Japans klósett sem með vassbönunni og þurrknum og öllu. Hollywood klósetti sko. Það er Japans klósett. Hverju ætla að henda? Útvarp í setunni sko. Ég er alveg að tala því ég nota svona klósett sko. Hvað ætlar að kaupa? Ég ætla það sko, það er rosalegt. Klósett? Nei, ég ætla að segja, mér langar mest að þessu örgla bara í season tickets á UFC. Ok, þá fá Egil inn bankaðan í gluggan, hann er Þetta búið? Já, hann er bakvið. Ára bara 3 ár í dag. Það er þéttur þátturinn, hann hendur bara í 3 ár. Var þetta ekki bara alltaf lagi? Það er ekki sammála með spurningu 2 þarna, bara hver hún endaði? Veit það ekki, skoðum það. Herra, Egil er mættir hérna inn og það eru æðistrenginir líka, þeir eru hérna frammið, þeir eru á leiðinni í smá spjall. Þú var hérna lengi fyrir það. Er það? Já, það var smá debate hérna. Steindir að talker. Nei, við fórum að rífast eitt hérna bara. Alltaf. Fyrsta spurning, ég ætla að byrja á þér, Egil. Ég spurði Steinda hvað fyrir mest í töðunum agli við hann sjálfan. Hvað heldur að Steindi hafa sagt? Mér finnst þetta dröllu erfitt að gera sko hvað hann sagði sko. Ég hvað fyrir mest í töðunum á þér við sjálfan? Já, okkur segir ekki bara hvað það er og þá kannski að hann rétt fyrir sér ekki. Við sjálfan ekki, alltaf það sem við töðunar á maður alltaf er sko þegar svefnin fyrir í fólk sko, það fyrir heldur mikið töðunar á mér sko. Þú veist, ég er rútínu kall sko, þegar rútína fokkast upp það fyrir heldur ég þólið það ekki. Þannig að það fyrir töðunar á mér. Það fyrir líka töðunar á mér því ég svona býti eitthvað í mig og næði ekki einhvern veginn að hætta því. Líka töðunar á mér.
En svo ég ekkert í rauninni Fyrir ekki það margt í töðunaránum Nei, í rauninni ekki sko bara, sem bara ágætt, það maður ekki að fara í töðunar sjálf það safnast upp vinna og svona og ég sem ætlaði ekki að gerast það fyrir töðunum líka En hvað svarið, hvað er hann að sagt? Þú fann stigin og ekki sko rétt Sko sem random gisk, ég vona bara að þetta sé punktur hann myndist á svefnin Það er rétt yes. Það er stig og eigin, hann sagði þreita Hörðu, byrjið með punkt og bara 3 spurningar Þetta grínast Þetta er rosalegu punktur Steindi, hvað sagði Egill að færi mest í töðuna til við sjálfa þig? Hvað heldur hann að skotið á? Rétt svar er að það fyrir mest í töðunaránum mér að þurrka mér eftir sturtu Mér finnst það ógeðslega leðilegt Mér finnst það leðilegt sem ég gera Þú hefur sagt þetta áður, ég skil Djöfull finnst mér að leðilegt Það tekur 15 sekúndur Mér finnst það bara svo leðilegt Það mikilvæg Og standi í röð ykkur þar Við erum bara í búðinni og 20 og undan Þátt er þetta að tala bara hluti sem fari í töðuna þér en ekki hvað fyrir töðuna við sjálfa þig Það er oft sem ég þurrka mig bara svona, ég þerra mig svo fer ég bara út og fer bara aðeins út í garð á hangklæðinu þá þotnaði bara þannig Sko ef þetta væri bara svo hund Sko ef að blöð var með þannig að hvað fyrir taugarnar áður þá hef ég sagt náttúrulega ef ég er erlendis og ógeðslu hóteli langa byrðar og fólk kann ekki að keyra skilu, það er þrennt þið verið þar sko. En ég var að spyrja hvað heldur að Egill að giska á þú ert að reyna að fá stigið hérna Steindi að hvað fyrir mest í töðunar þegar við sjálfa Þú verður að dúlla Það myndi ég halda að væri hvað fyrir mest í töðunar með mig það er örugglega bara hvað ég er Þetta er ekki margt í greina sko maður er náttúrulega smá gallagripur sko Ég er með dettur í hug hvað maður er bara eitthvað ruglaður sko eða þú veist, bara bara, já, þú veist Þetta er hárið Hvað heldur hann að sagt bara hvað hann er ruglaður? Ég þarf að náður að svara, ég þarf það strax Það væri rosalegt svar, ég sagt það Ég ætla að gíska á að hann hafi sagt að það er ekki að því ég seit sko það er ekki seinagákurinn Ég ætla ekki sko Næja, því að það fer ekkert í töðunar Jú, auðvitað fer að í töðunar Nei Jú, það fer að í auðvitað Ég ætla að segja meira bara svona hvað ég ofugsa hluti Það er hárið rétt Yes! Kattið mitt maður 1-1 Ég held að væri að fara að klúður þessu Ég spurði Steinda Egill til að byrja aftur á þér Ég spurði Steinda hvað hugsaðu á skalanum 1-10 hversu mikið spár í útlitiðinu, hvað sagði hann? Já, þetta er, nú er þetta gerst oft þessar kjarni gerst oft áður Það sem ég veit að svarið ég veit svarið sem er rétt að svarið en ég ekki veist sem að Steindi hafa sagt það Sko, mér fannst því vera bara drullu heðlur í þessu Já, sko, máli er að Sko, þú veitir daginn, 5-6 dögum daginn að dílita ykkur bólu 5-6 dagar í eina bólu Já Það er bara, þú getur skrifað rítgerðum hvað fikti þessari bólu, venjulega maður er ekki spáð í henni Nei, fór að snemmi í hana Það er ekki margir fertugir kallmenn sem eru að spá í bólu Það segir bara, þú veist Þetta var smá bara svona kíli, ég var hann bólgin, skilur Já, þið varst alltaf fikti í þessu Já, það er svona, það er máli, sko Og svo líka svo bara í dag, bara dæmi í dag skilum við bara í party og sín setjum bara á hann á líf að preppa þáttinn og með lightbeer þú ríkur út og fyrir klippingu Gæi sem verður saman hvernig lítur út þegar bara mætti í partíð og fengið sér bjóð Nei, það er að því að ég var lansinni fór í klippingu bara mánuður Ég þarf svar Ég er bara lansinni, ég er bara með þess að vera með skemmt annað kvöld sko, vera huggulegu bara Sko rétt að svari er 10 Nei, það er bara ég að segja Það er rétt svar En ég veit að nú þarf ég að lesa leikin Ég veit að hann sagði ekki 10 á hann sko Þannig að hann hefur aldrei sett 6 og lítið og hann veit það Hann hefur sett þessi 7-8 Þetta er annað hvort þar og það er bara 100% Nú þarf ég bara, veist Ég vona sig ekki það rugglar að setja 7 og þannig að veit að ég segi hann sett 8 Það er rétt Skotin maður Þetta naskur í þessu maður Ég líka sko, þetta er erfiða spurninga, þannig sé Egill, nei hérna Steindi Hvað sagði Egill? Á skalanum 1-10 hversu mikið spánu sko, þarna hefur hann henda á því pottit eitthvað maður er bara í joggingalunum þú veist, sem er náttúrulega bara bull líka sko. Það er bara allir að vera heilir í þessari keppni það þeir ekki að tala bara um joggingaluna því að hann vinnur í þannig umhverfi hann spáur alveg ísir þegar það fyrir út þú veist, ég hef alveg séð hann vera úða sér rakspyrum og fara í sturtu á hæðinni reyndar þessi betur fyrir hættu því mástu hann alltaf að spreyja sér rakspyrum það fann að spreyja okkur líka sko þú veist ég ætla að segja að hann hafi þú veist, hann ætti að segja 7 þarna 6 eða 7 því að þú veist, hann út að spára hann í hvernig hann lítur út á leiðinu eitthvað mig gruna bara hann við hendi í bara svona, ég bara fjarka eða eitthvað 5 sko, þú veist
Mér grunna það sko Hvað er svarið þitt? Það heitir annarkvæmt 5 eða 6 sko. Þú veist, ef þið er fyrir undir það sko, þá finnst mér það bara ósangjant sko. Og þú ætlar að segja? Og ég ætla að segja að þetta sé veist, ég ætla að segja að hann hafi bara verið það kaldur í dag að það er bara hendi 5. Hann sagði 7 Shit, þú sagði 7 Já, þú sagði rétt að svarið Nei, Þú sagði að það ætti að vera 7 Þú varst með rétt að Þú talarði af svarinu Nú er það dominating lead Egil getur ekki tapað Nei. Hann vestafalli fyrir þetta Jættibli í honum Þessi er náttúrulega lang erfiðust Ég ætla að byrja þér Steindi til að segja jafna Hvað myndi Egil kaupa sér? Hann myndi vinna 300 miljónir í lottói Þessir ógeðslega erfið það er sérstaklega rosalega. fyrir aðra sko. Ég, þú veist að svara fyrir einhvern annan Mér finnst það erfið að svara fyrir sjálf mig ég, Trikki shit sko það sem maður myndi kaupa, þú veist, mér langar að segja snekkju en Það snekkju kaupir á 300 miljónir Það er ekki verið að gefa honum þetta Nei, ég var að fara að segja, þetta er 500 miljónir en það er ekki snekkja svo færð Hvort er 300 og 500? Ég ætla að segja að þetta sé ferð til The Maldives. Það er gott svar en hann sagði að hann myndi kaupa hús Sko, 300 Steinþór, 300 miljónum ferð til Maldives er 2M Já, ég er að segja að þú myndir henda þig bara Þetta er þangað 300 Nei, þú veist, þú myndir borða á neðansjávarstaðnum Mástu svo búin að sína okkur og svínin og... Sko, það að bucketlist Við fara að gera það félagarnir í blöggastunum Það er auka þáttur, sko Verðum að gera það Það verður rosalega rauka Underground, sko, Undersea Ressi En ég þarf að spyrja þig Þú ert búin að vinna Egil þannig að skjóta bara á Ég vil hafa þetta walkover Ég veit niðurlega 3-1 Hvað myndi Steindu kaupa sér? Sko, nú þarf ég að velta steinum á eins og Oft tala ég mig inn á svar Já, ég ætla að leifa þetta, ég er stuði Já, sko, málið er, hann þarf ekki að stakka við sig Það er alveg klárt Þú verður bara að svara strax Og hann hefur oft sagt að það sé ekki bílakall Nei, Þannig er ekki að fara að kaupa dýran bíl nei Og hann er ekki að fara í dýraferð erlendis Því að hann bókast alltaf á okkur 2-3 ógeðslu hótel Nei, ég ger það ekki, við förum alltaf saman Þú ert að tala um eina ferð sem bara Nei, það er ekki Sko í dýrt síðustu ferð sagði konaðin að þú hefði bókað ógeðslegt hótel Hann er ekki fyrir dýrferð Við vorum á Victoria Já, enduðu þar af því að hitt var ekki gott Sko, hann er ekki eitthvað svona luxus-PS í Erlendi sem var peningur Það er ekki það svar. Ég veit að ég er að velta steinu Ég held að sé annarkvort Sumarhús eitthvað Sumarbústaður til dæmis á Íslandi Eða sumarhús Erlendis annarkvort Eða láta grafa bönkar undir húsinu sínu Svo Sökkuberg gerum daginn og getur verið með svona Þú veist Hvað rassat og það líka í leðinni Sumarhús kom upp hjá hann Gæti gefið rétt til þetta En hann sagði floor seats á UFC Spytu, sagði það sumarhús? Já, hann myndist á það Þannig að þú varst ekki langt Floor seats á UFC, það er eina M Þetta er 500 miljónir Þetta er season ticket 300 miljónir Það er allt stæðsta, það geti alveg verið 500 miljónir Það þú tekur allt og ert á floor seats Til hann ekki með sigurinn Og vannst 2-1 Og þannig að þú þurftir ekki punktinn Við skuldum auglýsingar Svo ætla að fá æðistrengina hér í stúdíó og spjall Held ég þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 í boði Túborg, Léttul, Keiluhallarinnar, Loop og Dynout og við erum konum með rándýra gestinga í stúdíóið. Ég fer svo langt að segja að þetta sé bara mitt uppáháls þríekja á Íslandi. Það eru drengir úr æðis, já hvað segir maður, þáttaröðunum, verið velkonið drengir. Takk, hæ. Við ætlum að deila mækirna, gaman að segja okkur strákar. Sömuleiðis. Já, það er fullt stúdíó. Já. Sko, fyrsta spurning, ný sería hófst í þessari vikuð ekki? Jú, í gær. Í gær? Er það ekki? Já. Jú. Fyrsta áttur í gær. Já, ég er aðeins að skýta því að ég er ekki búin að sjá fyrsta þátt. Oh my god. Þannig að ég byrst afsökun á því. Ok. Við eigum þetta inni, eða bara hann? Já, já. Já, en huge fan. Og dyrka seríunar. Er þetta síðasta serían? Já. Af hverju er þetta síðasta serían? Ég Er held þetta konum með leið á þess að? Sko, ég var komin ná eftir 4. seríuna og ég var sko út í Chile og ég var búin að segja að ég ætla ekki að koma heim og taka 50. Bara sko 2 vikur í hana. Ok. Og Það eru svona nettar ég hef rættað við aður. Þú ert svona, er hann erfiðastur af ykkur? ég er léttastur af okkur. Ég held að Binni sé erfiðast. Já. Hann er búin að alltaf hætta hverja einustu seríu. Já, ok, reyta. Við þurftum sko einu sinni. Ég kem sko ekki aftur. Við var senka tökum í sko alveg 3 mánu út að binna því hann ætlaði ekki að koma. En hvað okkur vilja allir hætta? Hvað er svona erfitt við þetta? Ég var aldrei alltaf að hætta. Nei, þú sagðist að það verið Mér fannst þetta bara gott eftir 3 seríu. Ok. Og hafður ekkert á að gera 4. og 5. þá? Nei, en svo ég sé samt ekki eftir því. Nei. Það var rosa gaman. Stemming þegar þetta er byrjað. Já. Já, við þekkjum þetta. En, og hvað tekur við þá núna? Ég er að vinna verkefni. Já, eitthvað sem má segja frá?
Nei, bara ég er að vinna verkefni. Ég er líka að vinna verkefni. Nice. Þetta er government job. Binni, er þú að vinna ykkur verkefni, Binni? Herðu, nei. Nei? Já, ok, það er bara Og hvaða government job erst þú að vinna í? Þetta tengist NATO, ég má ekki segja mér það. Ég er að fara að tilkynna frambóð sko. Já. eins og þau báðir vilja hætta og ekki gera fleiri þætti. Er það eitthvað við tökurnar? Er þetta mikið drama eða átök? Hvað svona er að bremsa ykkur af hana? Já, góð spenning. Sko, ég var bara í einhverju live crisis sko, og ætlaði bara að vera lengur í Chile. Já. En Hvað varstu lengi í Chile? seinast, það var ég bara í 1,5 mánuð. Já. Þannig að mér langi alveg að vera lengur. En svo bara náði ég að semja og you know, money always brings me back. Það er góða punktur sko. Já. If it makes cash, it makes sense. Hvernig var þetta aftur? It makes money, it makes sense. En Binni, með þig, hvað var svo í þættina við tökurnar svona var að Það bara fór eftir hvernig mér leið, skilur Því að í seri 4 og 5 þá var ég svona, leikert vel í lífinu En ég væri alveg til að gera æði 6 núna Ég myndi alveg Þið líður betur núna? Já. Við vorum að tala það frammi, bara ævá, ég gæti alveg fara að taka upp núna Þú veist, það er alveg ár sem við vorum að filma senast. En er þetta erfitt? Er erfitt að taka upp seríu af æði? Stundum. Já, stundum. En hversu mikill raunveruleiki er þetta og hversu mikið er það bara þið þurfa að koma ykkur í stemmingu svo að þátturinn sé góður? Ég veit þetta er raunveruleika sjónvarp, en er þetta svona, þurfið þið að gýra ykkur upp í ykkur að vissa stemmingu eða er bara ítt á rekk og þeir eru út að borða eða hvernig er þetta? Já, svo er náttúrulega bara gett yktir. Já, ég ekki sjálf ykkur aðeins. Já. Það er bara mjög mismunandi eftir hvað við erum að gera. Og í hvað ástandi við erum. En sko, ég get sagt hlustundur bara það að hlusta okkur hérna rétt áður í íttum og rekk að þá fannst mér bara eins og ég væri að horfa á þáttinn. Þannig að mér finnst þetta ekki yktar enn það. Svo þú varst að spyrja hann hvort hann ætlaði að hitta þig í kvöld og hvað varst að segja, var að fara í hair and make-up og getur ekki mætt svona eins og eitthvað? Já, ég hættu með þessu. Darling. Hann var að kíkja á Gíslamartin í kvöld. Er það var þetta Gísla? Ég er að fara til Gíslamartins. Já, ok. Minn maður. Já. Punktur. En ég sá, eftir að taka reynsli, fóruð þið í dinner til Money Sim. Já. Hversu góða dinner var það í það skýslu núna? Ekki mjög, hann er bara not a good host. Rude man. He's a rude man, sko. Já, hann er bara bjóða okkur í Tamak steak on a budget. Bara tekið af með diskinn þegar ég var að fylla á. Ég bara, ok, I see you, Simmeville, going broke. Þið var bara Þú fegst ekki ábót? Ég fekk ekki ábót, svo kom eftir eitt og hann var disgusting en ég átt hann og hann bara tók hann að mig líka. Þú ætlaði líka að borða þriðja skiptið eða eitthvað? Já, og hvað? Ekki bjóða fólki mat og ekki að vona því að vera borða Sim er að fá matinn. lestu. Þetta er við aldrei heitt. Ég er að bóði Tomahawk on a budget. Já, kekju lína. Bassi, hérna, hvernig fá að heyra meira rap? Það er bara, það er verkefni með NATO. Það er bara, oh my god, það er fullt í vinslu. Já, það er komið tíma fyrir það. Já, við erum spenntir eftir því sko. Ég er alveg bara, oh my lord. En sko, þegar þið komið nokkru sem til okkar ég man ég spurði ykkur einhvern tímann hvort þetta er svona eins og með Kardashians, þá komið svona seríur, fatturu Courtney og Kim eitthvað do Miami eða hvernig sem þetta var. Er ykkur svoleiðis pælingar? Það er að koma að Binni og Bassi goes to rehab. Eru menn konur á hart í tequilaði núna? Reyndar ekki, ok, jú, smá Ekki svo áður samt. Ef ég tek 1 tequila skot núna, þá er ég dauður. Er það? Já, en hann tekur samt 50. Já. Ég var ekki snöppið bara, oh my god, ég var að klára tequilaflöskuna. Ok, róa. Og núna er 2 hvítur eftir. Eftir að fórst í aðgerina, ef þú tekur 1 staup núna, ertu bara alveg mökkaður. Já, væntanlega. Það var að gerast þarna. En hvernig, ég var að sjá það með aðgerina, hvernig var það erfitt? Var það erfitt ferlið með? Mér fannst það mjög erfitt. Hvað heitir þetta? Hjáveitu? Nei, hvað heitir þetta? Mínihjáveita. Mínihjáveita, já. Og hvað, tók þetta langa til, hvað ertu lengi bara frá því að þú byrjar í aðgerinu og bara þar til að... Sko, fyrsta mánuðin þá er ég, skilur, 2 vikur á fljótandi og svo mauk í 2 vikur og svo tekur þetta smá tíma bara að venjast að læra að borða upp á nýtt og eitthvað og svo getur mikið hármissir og eitthvað svona. Þetta er alveg smá recovery, en núna er ég orðin bara svona góður. Og bara líður betur en norðan. Já, gekkja það, og til lukkum með það maður. Takk. Það er bara æðislega fréttir. En Heimi, hvað er anskotum að þú að gera í Chile? Ég er bara að lifa lífinu. Og hversu mikið veistlega er að vera í Chile? Það er ógeðslega gaman. Ertu eitthvað að vinna þar úti eða bara að lifa lífinu? Nei, ég er bara að lifa lífinu. Náttúrulega pappi, þú veist, fjölskyldan þar býr þar úti. Já. Þannig að
Ég er bara í alveg að njóta Aðeins skemmtilega en Íslandi það ekki Jú, og ég elska kasínóið þar Ég er sko kasínó óður þegar ég er út í Chile Þú veitir smelt, passa þetta innheil Þú veist, heyrðu, þú ert alltaf velkomin til Atlantic City með okkur, sko Við förum alltaf árlega Hvað er þetta að spila þú ert í kasínó? Rúllettu, heitir það ekki það? Jú, heitir það. Ég veit ekki hvað ég er að spila Og hvað er talaðin? Veist hvað, ég er ekki með hennar sérstaklega tölu Ég er bara að giska eitthvað Getur óskast ég væri þar sko því að núna er ég bara með 6 tölur sem ég verða að setja á annars finnst mér yfir að tapa í lífinu og þetta sko Sveinin fara að vera svolítið dýr, sko það er svo þannig En þannig að það er bara allt gott að frétta síðasta serían en samt kannski ekki síðasta serían því að þið eruð allir til í nýja seríu núna og ég vona að vera gert meira allavega fleiri sjónvarstættir með ykkur drengir því að við dyrkum ykkur, þeir eru geggjaðir Takk sem leiðis Og hvað, Bassi? Nei, já, hvað erum við að tala um? Hvað er langt í næsta lag? Oh my god, allan fyrir sumar Fyrir sumari? Fyrir sumari Ok Summer hit Fíla yeah. Já, sko, svo var það líka Ég var að fara yfir munum, þau komið í blökasti Þá var það eiginlega draumni öllum að finna sér að Rich, hvað sagði þau? Sugar Daddy Og það var eitthvað sem var einmið að ég spurði hvað væri framundan Þú sagðir að finna sér að Rich Sugar Ertu á lausu, ertu á fyrstu? Ef við byrjaði þig bara sín Bara svona milli Þú á milli? Ég er á milli Ok Milli fæslum Heimi, Ég er að festu þú ert á fyrstu? Já Og búin að vera í góðan Næstu tíma 4 ár sko Já, geggja En Binni, Ég er að leysi á lausu Já. Veitu hvað, ákveður komið ykkur svipur Ekki neitt, ég var að horfa að passa En serían er farin að stað og þátturinn er komin inn á Stöð 2 Plus og þetta er alltaf á 50 Yes, beint þetta fyrir eftir Beint þetta fyrir eftir, hvað fóðið marga þætti í þessari seríu? 8 8 þætti Stór serið Já, og hinar seríunar eru inn á Stöð 2 Plus Ég hvet ykkur til þess að kíkja á þetta því að þetta er stórkostlegt sjónvarpsefni Drengir til lukku með nýjustu seríuna Takk. Alltaf gaman að fá okkur í spjall Og vonandi sjáum við meira Bara ég heimta það Þetta voru æðistrengitir Við þökkum þeim kella fyrir komuna Og eru þeir ekki bara við hæfa sig haldið áfram að skína Því að það er næsta lag Þetta er Pretty Boy Choco sem kemur fram á hlustendavelunum Já, það er ekki lengur bara F957 Það er Bylgjan F957 og Exit með hlustendavelun Já, bara hlustandi velurinn Já, og ég veit að miðasalan fór rosalega stað Þannig að það fikk hver að vera síðastur að tryggja sig miða á þessi hlustendavelun Já, þetta er stemning og þetta er líka alveg line-up hana og þetta er alveg Já, við ætlum að vera kynnar Segðu mér að Rikki G kynni inn velun Segðu mér það Ég veit ekki hvort hann kynni inn velun Einu sem ég veit að við erum kynnar Ef þið viljið selja tickets Þá er þið Richard að kynna inn velun Hann er alltaf mættur að kynna inn velun Hann er dagskvistur Já, en tryggja ykkur með það Því að það er fáið með réttir Gaman að Binna og Heimi og Bassa Þetta eru snillingar Já, þeir eru geggjaðir Já, það er líka bara eins og allt sem gerðist hérna áður við fórum í útsendingu Og það var eins og ég sagði við það bara hérna Það er eins og að vera að horfa á þáttinn Já, við hefðum átt að ít og rekk Leiðu þau settust Án þess að vissu það. Og slökk á læginu Því að umræða þeirra þryggja á milli eru svo vinnar En það er hins vegar komið að spurningakeppni Gilsarans yes. Og já, þú varst með hvað? King of Valentine's Day Já, King of Valentine's Day Jesus Þetta hefur verið sko smá recap 2021 0-0 Þar eru þið ykkur og fjölskyldum og vinnufélagum til skamma Þá hefur keppnin líka verið vel perraleipaður Já, sko, fengi ekki punkt Árið senna 1-0 stendi Totally redeemed himself Tjóðum þetta er búin að lítið að stegum í þessu 2023 3-1 blöð okay. Þannig að þið eru með 1 sigur á haus Ég er reigning champ Já, nei, þú veist Jú, en það er 1 sigur á haus Jú, reigning champ, jú Ég vann titilin síðast Ok, við ætlum að vera Góðbúndur Sko Þetta er random raðað upp Oft raðað þessu einhvern veginn svona Nú er þetta bara hér og þar Ég nenni ekki að byrja okkur Vaknaðuru með fiðring í maganum á Valentínsdaginn Því að það er einn af þínum uppástöfum Langt í frá Mjög langt í frá Já, langt í frá Já, Valentínsdagurinn er Ég veit það ekki Bara einn af mínum minnstu uppástöfum What? Ég fíla alveg Halloween og svona á grökkunum eitthvað En já, er ekki flestum íslendingum drullu saman með Valentínsdag Mér finnst bóndadagurinn og konudagurinn Finnst mér eitthvað svona meira Þá finnst mér þess að ég verða að kaupa eitthvað á konunni En ég hef samt helviti gaman að þú veist Til fleiri dagar svona einhvern veginn Stískendlæra Því að þú veist, þetta er náttúrulega bara gaman að fá einhverja svona daga Alltaf brjótu tilveru En ég meina, fengu þið einhverja Valentínsgjöf? Nei, ekki gjöf Gáðu þið eitthvað? Nei. Er maður að gefa gjafir á þessum degi?
Í Bandaríkjunum, já, þá er þetta alltaf súkkulaði. En það við höfum náttúrulega þannig dag, sko. Já, bónda og konu og þá. Nei, ég sko, þetta bara svona ostabakki og næs og... Það byrjar ekki vel, þeir byrjar á 0 punktum, sko. En ekki þetta, bara að gefa svo 2021, 0-0. En og ein spurning. Hafður alveg orku á valdinsdeginum eftir sprengidaginn? Já, ég borði ekki saltkjöt og bönir, sko. Ég fekk mér ekki saltkjöt í ár. Já, það er uppáhalds maturinn. Nei, nummer 2, já, það er ótrúlegt. En þið vitið að sprengidagurinn snýst ekki saltkjöt og bönir, sko. Ekki þinn, nei. Þú ert með eitthvað annað yfir þetta. En það er ekki punktar hana? Nei. Ísas. Hvað er Nú fáið þið punkt. Nei, nú veit ég. Fekk maður ekki punkt fyrir að hafa verið með orku á valdinsdegi? Nei okay. Það þýðir bara að sprengidagurinn sögt og þetta er svolítið sprengidagskonstant hjá mér líka núna, sko. Ríkar Óskar Guðnason, lýsari, veislustjóri og dagskustjóri F957 á það til að taka stórglæsir að limmyndir og ekki kvartar eiginkona hans Valdís Unnarsdóttir formlega yfir því. Ekki vera fullt nákvæmlega. Það er bara spurning, ég veist að kenni það. Já, þú veist. Á hverju spurning? Tókst þú yfirmann þinn til fyrirmyndar og sendi frúnni huggulega glæsilega limynd á Valentínsdaginn? Ég er ekki hissa að þetta fór 0-0 á eitt árið. Nei, þetta er bara óalega skrítið. Það var one time only shit, sko. Það var eina keppni sem við farið 0-0. Hver heldur að hafi gerst þetta? Það er helling af rómatísku mönnum úti. Finnst þér þetta rómatískt? Finnst þetta í alveg rómatískt? Frúin í vinnunni sem hún er endurskoðandi pikkin, alveg bara drefleðist í vinnunni, eitthvað debit credit, alveg vera að grillast síðan opna pípa síminn, titlingur. Það er bara engin rómatík í þessu. Nei, það er ég ruglaður. Já, hún myndi spyrja mig hvort það var eitthvað aðlega ég myndi senda það. Þetta er, já. Og henni kemur einn eðlileg. Gafstu frúnni helium hjartablöðru með I love you skrifað á Valentínsdaginn? Nei. Þegar ég var vinn sem tók mynd af þessu á leiðinni heim með þetta í aftursætinu, sá svona, hann tók mynd af henni bara og hún var upp í loftinu á bílum hann og stóð I love you og henni hjartalega bladra, mér langaði að æla. Og Steindi var að grenja og náttúrulega hvað vinnuðin var þetta? Ég er ekki svona romantískur, sko. Nei. En ég hugsaði til ykkar, voru þið eitthvað í þessu? Ég get ekki sagt hver það var. Nei. Það er bara að game over. Það er líklega búið að skilja líka eftir þetta atriðum blöðurna, sko. Nei, ég er fullt af fólki sem gefur blöðru. Fullorðum, öðrum fullorðum. Já, það er ekki. Herðu, við getum ekki setið hérna eitthvað að hlæja. Nei, ég er bara að segja að þú gefur konfekt og eitthvað svona blöður. Já, maður alveg geta gert það. Allir með sitt. En sá þetta þú hjartabladra og stóð I love you. Já, sem er bara mjög vinsælt á Valentínsdaginn. Hvað er að fara í margar svona blöður og hætti þessu? Svona skilur fólk. Þú kemur heim, allar rómur þú gefur frúnni þetta og hún er farin. Það er 0-0 þessu. Það er aðeins. Sko, í grunninn er það náttúrulega bara að þú kaupir bara blöðru og málið þetta er ekkert flókið, það er enginn að fara að skilja. Hefði ég kannski keipt konfekt eitthvað, tekið einu svona blöðri með? Ég trú ekki að það er ennþá 0-0. Jú, spurningar það er svo aðstæðanlegar. Nei, bara eðla spurningar. Hvað stegi að vera dýrmætt? Labbaður hún að blöss á Valentínsdeginum og hálfpartið tæmdi búðina. Nei, Jesús maður. Ég hef ekki eins og farað. Gerður einu með bestu vinkonu núna, við erum kynntust á Tenerife-daginn og vorum mikið saman. Já, ég var að keppa mótin í quiz. Hún er æðisleg. Hún rakar inn cash og Íslendingar elskar gerfilimi. Hún er bara sniður. Hún er skelli hlægjandi. Hún er núna heima hlægjandi. Hún alltaf er líka bara, má ekki gleyma því að hún er frábær businesskona. Hún er, þú setur í stjórn ölgerarinnar og er með eigin rekstur og allt að gera sér. En ég get lofa en einan af stærstu dögum með Valentínsdaginn er alveg 100%. Ráttjætt, já, það myndi náttúrulega. Það er svona, það ekki. Koma heim og með eitthvað surprise dó. Er samt ekki svona dót, þú veist, er þetta ekki meira bara eitthvað pör, skilur við pantis eitthvað dót eða eitthvað, en þú veist, að gefa þetta í gjöf, kannski eitthvað svona, eru til hamingi með ammalið. Já, eða bara gleðilega Valentínsdag. En það ekki, ég held að sé jú, örglega. Það var gaman að fá skýrslu frá Gerri, hversu stór dagurinn var hann. Ég held þetta sé þá samt sko yfirleitt sameiginlega ákveði bara erum við pöntum þetta maður fyrir Valentínu sinni. Já, nei, ég veit ekki maður. En það er það möguleiki á punkt, það þrjár eftir. Eftir það romantískur, einu sinni labbaður gegnum heilan bæ, varst næstum því úti eftir allar gönguna, bara því þú ætlaðir að helda þér í old fashion slella. Já, rétt. Komin á blað. Komin á blað, þú gast hann að kenna. Þú er alltaf að sleppa þessu. Nei, sko, en málega spáði Steinþór, ef þú labbaðir einhvern tímann í gegnum Mosó, sko, það má ekki gleyma því, ég var mjög romantískur sem úrlingur.
Rómantískur eða veikur. Dóða alveg? Nei. Þú er miklu meira rómogæi en Steinþór. Miklu. Já, ég er ekki það rómantískur sko. Nei. Ég fæ oft skammast mín skammir bara ekkert fyrir það. Hvort var að Melrose Place Beverly Hills hann að sleikurinn? Beverly Hills. Dylan ætlaði að kissa Kelly. Sko Ég getur alveg, ef þú er einhvern veginn að labba Nei, ég einhvern halva kílómetra með Melrose Place og allt þetta. Nei, ég er bara Ég kom yfir. Ekki yfir, þú Er þetta back to back? Sko Nei, það er tvær eftir. Þá ertu yfir, sko Er þetta ekki búið bara? Já, sko tvær eftir önnur skrítin, sko Já, takk svo sem er ekki Ok, hefur þið farið á Dínu og Valdís og Deinum? Já, ok, þá bara Það er bara sigur á mig. En var það, veistu hvað dagur það var? Nei, þetta var ekkert að Valentins Ef það var svo dagur, þá farið pún Nei, það var ekki að Valentins Var þetta bara þriðjudagur? Rand á þriðjudagur? Já, með þess að þú segir, þetta var örugglega bara þriðjudagur. Já, alvörunni? Já, Þriðjud, manstu hvað dagur þetta? það, nei, ég segi bara Varstu glaður á þriðjudaginn? Ég man ekki hvernig það var. Svakald að minna daginn. Já, og Gerður, ég er tótt að hlusta að senda okkur skýrslu hvað fók kom inn á Valdinsdaginn, takk. Ég vann þetta. Hárið, það eru Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem fær ykkur F95 blö og eins og við sögum í byrjun þáttar þá er smá gestagangur hjá okkur í dag sem að við fílum tætlur því að það eru góðir gestir, ekki það nú, er ekki oftast góðir gestir hjá okkur drengir? Jú, bestu gestirnir. Ekstra góður í dag, einhvern veginn. Já, það fyllir mig alltaf stoltið þegar að mæta skaffyringar hingað inn í stúdíu og þeir eru mættir hér Úlfarnir okkar, Úlfur. Yes. Helgi og Arnar er ekki brattir. Jú, maður. Nóum að vera hjá ykkur. Já. Eiginlega, sko, gáðum tónlistmyndband í dag. Já, nýtt myndband og það er sturlað. Já, við verðum að gefa sjárat á Magnús Leifsson. Magnús Leifsson, maður. Hann alltaf Þú átt svo mikið í honum líka. Við eigum allir smá í honum, sko. Nei, þetta er, ég heyrði að einhver kallaði þetta Peak Leifsson, þetta myndband. Og að mínum að ég er búin að vera bara að flæja það fram. Þetta er af því að við höfum gert nokkuð myndbönd saman. Já. Hann gerði þannig að Tarantúlur og brennum allt sem eru mjög eftirminnilega. En þetta er besta myndböndu okkar. Já, þetta er Ég er bara því að þetta sem er betri myndböndu sem ég sé í langa tíma. Já, þetta er svona myndband, þú veist, eins og einmitt þegar maður sá hérna brennum allt. Þú veist, það, hérna, maður horfir á það aftur. Þú veist, maður binsar tónlistamindband sem er ógeðslega sjálfgætt að gera, sko. Þú veist, maður þarf að horfa á það tvisvar, bara í röð. Já, og ég meina, þetta er myndbandið okkar og við erum ennþá bara að sjá nýja hluti. Þú veist, við höfum ekki legið yfir þessu eins og hann gerði hann á loka metrunum í einhverju klippmaníu. Þú veist, þá erum við bara í fríi. Geðvitt. Ég fyrir líka þegar við voru einn daginn, þá voru að ræða hvernig var eldast í rappu öðru og þau voru að tala eins og með fjölskyldun annað og lagið heitir Myndi falla og það var geggjað að þau voru með börnin ykkar í myndbandinu. Fannst það ekki fallegt? Jú, ég fíla það. Þetta Það var Maggi, hann bara Þetta er hugskotið algjörlega frá honum. Geggjaði búningarnir. Ég setja það Andri Sandborg. Og líka var vel gert að fara í vídeo. Þegar vídeon er svolítið búin að detta út og það sportið vært ekki við. Ég elskar það menn hendi í vídeo. Já, líka bara þetta er smá gamli skóla. Þetta er metnaðarfullt vídeo. Þetta er bara vídeo og líka bara þegar við vorum að gefa þetta út. Ég var bara, hvað, setjum maður þetta bara ennþá á YouTube? Og hvað svo? Hvað svo? Þetta er ekki eins og fyrir 6 ára. Það er bara allt á YouTube. Fólk fer á YouTube. Ég veit að þetta er líka að fara að bitna svo mikið, þú veist, eins og svona business liðin á þessu, þú veist, eins og hérna gefa út myndband, nei, þá tekur það klikkin frá Spotify og þá dreif eitthvað með, þetta er leiðilegt, sko. Það er gaman líka því að núna Facebook og Instagram er sömu eigendur, hann er orðið svolítið sem á vesen einhvern veginn að posta YouTube-linkum þar, þeir fíla það ekki, fela þá. Það er svo þreytandi út af því að þú ætlar að upplóta á Facebook og það er traksjón í byrjun en svo bara einhvern veginn hverfur það, sko. Þannig að YouTube lifir einhvern veginn að eilífur, sko. Sem er annoying. Þú sagði nú bara síðast í hátinu, þú elskaði Mark Zuckerberg út af lífinu. Já, út af lífinu, sko. Ég óskaði að það myndi kaupa YouTube, það myndi allt snett passa pizza. Já, bara að YouTube myndi morfast inn í þetta. Það væri kannski bara góður hlutur. Já, algjörlega. En við hvetjum allt tónlistafólk sem er að hlusta að henda í myndbönd. Það er, maður fattar það bara þegar maður horfa á þetta í dag. Það er gaman að sjá góð myndbönd, maður. Fylgi Magga Leifs. Já, heyri í honum. Hann er gæðilega fagmaður. Er dýrt að gera myndbönd? Já, þú veist, það kostar peninga. Það er ógeðslega margir sem koma að þessu og við viljum að við erum fullorðnir menn, við erum bara beinleins krefjust þess að bara borga fólki það sem það þarf til þess að vinna sína vinnu, sko. Í gamla dag maður var svolítið að gefa fólki bjór en við erum ekki það er ekkert í boði lengur að gefa einhverjum kipp og erum bara ekki sátur erum við ekki bara kvitt. En þú veist, eins og fyrir ungt fólk sem er skilur að fara að hugsa að gera vídeo, þú getur gert það bara með að fara út með síma, sko. Þetta þarf ekki að vera svona. Nei, þú veist, þetta er náttúrulega bara high quality dæmi sem er ógeðslega geggjað, en þú veist, ef fólk er að
byrja að gera vídeo Það verður þetta líka alltaf erfiðar með hverju árunu að byrja, herðu, getur þú gert þetta, er það smá vinagreið, já, bara hvað, svona eins og síðustu 20 fucking ári. Nei, þetta er svona góð punktur hjá þér, þetta þarf ekki að vera svona flóki. Þetta er svolítið flóki myndband, margir leyerar og margir tökutar, en það þarf alls ekki að vera svona. Þú veist, þarna eins og Tarantúlu myndbandi, það er bara dagur við úti að leika okkur með kameru. Það er bara, en samt er það einhvern veginn, þú veist, ekkert mikið síðara myndband sko. Það er bara galsi og fanga moment bara yfir daginn. Helgi að representa stólana hérna með deyrhúðuna, viðbjóður í gæðir. Já, maður verður einhvern veginn að bara svo erfitt. Maður verður bara að vera höfuðhátt sko, halda áfram að vera með húna og bara ekki gefast upp. Nei, ekki gefast upp í úrslitakeppni. Þetta er bara leiðilegt. Það er bara leiðilegt. Og Sæður Bergman með stuðningsmann að Tindastóls. En sko, við ætlum áður að Steindi hendur ykkur í How Do You Do Fellow Kids að minna á útgáfatónleikana. Já, maður. Þeir eru 5. apríl. 5. apríl. Föstudagur 5. apríl og miðasala er hafin. Já, þetta er í Gamla bíó. Miðasalan er bara á tix.is, bara í gangi akkurát núna. Og þetta verður geggjað. Við erum eiginlega bara ekki búin að halda tónleika í Reykjavík, þú veist, síðan svona 2019. Þú veist, við erum að norðan, við heldum tónleika sko á Akureyri 3 sinnum á senasta ári, enga í Reykjavík, þetta er bara skrítið. Og tvisar í viku alltaf á græna hættinum. En 5. apríl, úlur í Gamla bíó. Og fær fólk eitthvað gammalt og gott með? Já, þetta verða, þú veist, við erum að spila plötuna, en svo bara hendum við í gamla góða. Og við verðum að með smá hljómsveit. Við ætlum að vera lengi. Og það við ætlum ekki að sleppa neinu. Dyrka tryggingu með það inn á tix.is. Steindi, hvað 3 spurningar ætlar að henda á? Herru, erum við að fara í þetta núna? Já. Herru, ok, þú voru að finna. Já. Þú voru að finna lagi maður. Já, sorry maður. Það fyrir ekki að fara í þetta núna. Þú taka strákinu þetta. Ég þarf að standa upp og gíra með þess. Hvað var það að fara að gerast? Máli, þetta er ákveðin gírun sko, sem við erum í sko. Þú voru að finna instrumental útgáðana? Ég er búin að finna þetta. Það ekki, þú har haldið þetta hátt. 30 ára tökunum. Já, 13 ára tökunum. Það er ekki eins og 13 takkar á mixetum. Það er bara 1 takk á aðeins. 40 takkar þetta, þú myndir aldrei geta verið að það. Herru, ertu með það? Herru, þetta er tilbúið, ertu tilbúin? Ég er tilbúin, ég er tilbúin. Ég er aðeins að tefja þetta því að auglýsingi gangi. Þú ert ekki með takkar á hreinu? Jú, ég get ekki hoppað yfir auglýsinguna. Nei, akkur ekki. Það er pottið takkill að gera það sko. Nei, það er ekki að gera sko. Það stendur skipirna, ég er að taka þetta bara á YouTube. Ok, herru, hvað er þetta? Þetta er mætt. Rosalega. Er þetta vísin í myndina? Nei, ég veit það, ég held ekki sko. Nei. Eitthvað vísbending. Flöpper, já, þú veist, ég er svo mikið flöpper maður. Helgi. Er það klaufi? Það er að klaufi. 2-0. Það verður að segur í þessu. Helgi er hún færi. Ég fekk nefnilega, það eru nokkri sem sendu þessa. Ekki bara einn. Nokkri? Þetta er bara alveg frasi. Það er alveg frasi. Eitt sem sendi hinn sko. Já, herru. Með blöð í sig. Þessi hérna Akkur segir þið ekki bara klaufi? Já, þetta er flöpper sko. Þetta er unga fólki, þetta er við erum að tala með þetta. Ég er frasinn. Þetta er frasinn sem notar á göttum, drengir. Sko, hvað þýðir frasinn? Nice. Hæ? Þetta er ekki nice. Nice. Þetta er super nice. Super nice. Fuck, ég veit ekki. Goddammit maður, nú þannig að sko Egil, þú ert í dómnefnd, hvað segiru? Super nice, hérna, þetta er já, ég veit það. Ekki rétt. Helgi, hvað það er svo nálægt í þetta eiginlega. Þetta lítur ekki út fyrir að rétt með söguna. Þetta er rosan, jú, þetta er svo fokkin nálægt. Super nice, ég ætla maður að sjá það. Ekki sjá bara sjá hvað Helgi segir. Helgi, hvað segir þú? Semi-nice. Það punktur á. Þetta er hún Júlíana að senda þetta. Nice, þýðir sick, nice. Hann er super nice. Ég ætla að gefa um þetta. Við verðum að fjórðu, svo ekki ég. Hann á sér svo ég. Það gæti jafna. Herru, býtu, ég er nefnilega með eitt geggjaðan frasa sem kom hérna. Hann er mikið notaður hérna. Hann er mikið notaður í Krókamýrinni. Krókamýrinni. Ok, nice. Já, ég veit ekki. Er hann mikið notaður í Krókamýrinni? Það stendur hérna. Ég vil það ég bara. Hvað þýðir frasinn? Skeindó. Skeindó. Frasinn Skeindó. Hvorur réttur upp hönd? Þessi challenge. Hann er svolítið challenge sko. Helgi vill að báði klikki, þá er hann með sigur. Já, hann er mikið notaður í Krókamýrinni. Ok. Skeindó. Þetta er krefandi. Vil ég koma með þetta bara? Já.
að taka neyðaskeinu hjá Tengdó. Já, Áttu þér að kíska á þetta? Þetta svo erfitt. Akkur náðu þessu ekki, drengir? Við ætlum að þrekka leil til okkur. Við tókst þetta. Þetta er 2-1. Fara að betta í kvöld. Alltaf gott að fara með sigurinn í helgina. Gott að fá líka að vita hvað fólkið, þú veist, unga fólkið. Fræðsandinn er alltaf gott að læra. Verður svona tengslu við þetta fólk. Þeir klárar hérna út sko. Já. Til okkur með myndbandið og miðarsalan er á text.is. Mjög smæs að hitta ykkur. Já, mjög smæs og við ætlum að enda þetta spjall hér á læginu sem er einmitt, undir myndbandinu flott á Og myndbandið er á YouTube og Vísi. Já maður. Harveit, það eru Dynout og Loop sem að færa ykkur FM 95 blöð hér á FM 957 og góður gestagangur heldur áfram hér í þættunum því að þriðji og síðast en alls ekki sísti gesturinn mættur í stúdíóið og er að koma hingað í fyrsta sinn. Nú veit ég ekki á ég að kynna þið sem Háski eða á ég að kynna þið sem Darri. Ég er svona að reyna að ná svona svolítið bæði sko. Já. Ég er að vinna svolítið með bæði núna. Þú varst að tala aðan að þú var kannski skiti pínu með Háskanafninu en Já, svona blörraðist aðeins línan á milli að því að sko, ég var að gefa út sem Darri það var svona rappara eitthvað dæmi. Svo fer ég yfir í Háski og bý til teknolög og svona dót og svo er ég komin einhvern veginn svona mitt á milli svona jam, techno, ást. Já sko, það er flott heitasta lagi á landinu í dag. Hvert þetta fara á samt Pretty Boy Choco. Pretty Gekkja lag sem við ætlum að spila inn í þér á eftir. Ég hætti svona eitt af þessum lögum þegar ég heyrði það. Ég hugsaði strax bara, ok, heyrðu þetta er gott maður. Já, gekkja lag. Takk fyrir það. Já, ég meina, er þetta ekki bara Háski? Jú, þetta er bara Háski, þetta er bara, ég stikkaði það og ég ætla bara að halda það áfram. Ég meina, Weekend heitir ekki The Weekend. Það er ekki alveg að vera með eitthvað svona. En það eru margir á Íslandur náttúrulega bara með nafni sitt sko, en ég ákvaða bara að henda og stikka fram. Já, þetta var samt líka að gerast eins og hjá Patrik. Hann er alltaf í norðin Pretty Boy Choco. Já, nákvæmlega, það gerst í rauninu öfugt við hann. Bara hann ætlaði að nota nafni sitt en hann var alltaf kallaður Pretty. Og nú er þetta bara, þetta var köttað niður í Pretty Boy Choco deyr út. Þetta verður Pretty og eftir það verður Dr. Pretty. Ég sé þetta fyrir mig, nákvæmlega hvað að gera þannig. Pretty mjög gott sko. En hvernig byrjaði Háski að gera tónlist? Þú er búin að lengi að gera tónlist? Jesus maður, já, ekkert eðlilega lengi sko. Ég er búin að, consistency is key. Ég er búin að gera tónlist í 10 ára eitthvað. Ég var að senda á Gils. Hvað er það gammal? Ég er 95 mótil. Ég er 29 ára. Það sendir á mig og maður e-mail eða? Ég sendir bara einhver, herðu, þú veist þetta ekkert eðlilega næs. Ég sendi á það þegar ég var svona 18 ára eitthvað. Bara einhver umuleg teknolög. Þú bara, gamli, halda áfram, geggja þér. Ég er peppa fell á bara hafa geðið Er það ekki einn af þínum svona stærstu göllum hvað þú næs? Það var Sóli Hólmá með það Djöfla sem að fyndi Hann stærstu akkillisir hætti hvað hann er næs Já, maður hefur böggað ykkur alla sko með eitthvað svona dóti En ég elskast að þetta er að þetta og sendur á verið 10 ára síðan og hægt að smíða á Já, þú veist, þetta er bara konsistensi sko Ég er líka bara að fíla að grændið er að virka Já, grændið virkar alltaf sko Og hættir ekkert Hard work beats talent sko En ég er alveg eitthvað með talent líka hlýtur En já, ég breytti svolítið hjá mér núna síðasta ári þegar ég byrjaði svona að dreifa workflowinu Ég var að gera svolítið mikið allt sjálfur Var að smíða beatinn sem í textana, mixa En ertu að gera eitthvað með þessu eða ertu bara full on í tónlist? Ég er bara í venjulegri vinnu líka sko Hvað er það að vinna? Ég er að vinna á verkfræðistofu Vel gert Hvernig fer þetta saman? Hvernig fer þetta saman? Þetta fer alveg ógeðslega að fyndi saman sko Af því að ég kannski bara taka heila helgi að gigga Bara brjála að gera Svo er ég bara mættur bara að Þú veist, gera eitthvað corporate stuff á mánudaginn sko. Ég veit ekki hvernig þetta gerist En þetta einhvern veginn virkar Því ég hef svona áhuga á bæði sko Ég hef áhuga á öllu bara einhvern veginn, þú veist Hvernig gikk þetta taka bara, veist, á Já, þú veist, við erum sjálfanum helgina Sýstu ekki Þannig að ég mætti á mánudaginnum helviti þreyttur En svo stærri ekki, þetta er ekki mikið okkur klúbbum eða líka Jú, ég er búin að taka alla þessa klúbba sko En það er svona svolítið Er þetta DJ líka? Nei, bara kom fram sko Það er líka sko, ég er búin að gera einhvern veginn allt Ég er búin að vera DJ, ég er búin að vera producer Ég er búin að vera söngvari Ég er búin að gera bara allt Þannig að það er alltaf erfitt skilur Því núna þurfti ég bara ákvæða, herri, ég ætla að vera söngvari Og ég þurfti að selja fólki þá hugmynd í svona 5 ár Til þess að fólk bara fattaði Að fólk að koma til mér bara Já, byrju, eins og jamma helgar Fólk var bara, já, byrju, gerðu öddu og þeir það laga ekki Þú veist, að fólk var ekki að tengja mig við neina tónlist Þannig að ég átti í rauninni ekkert að stöffinu sem ég var að gera Varst þú með yfirgreiðsluna? Já, þú veist Hvað, maður lað með hvað? Þetta var ríkinu, alveg reyna Svo
svo verður maður einhvern veginn að þróast og svo var ég, sko, svo virkaði það. Þú veist, ég gerði fekk hennan unnblástur úr sem skets, gerði lag úr því og fólk bara dyrkaði, fannst það ógeðslega fyndið og lagið er gott, sko, svona bassundir lag, sko og ég svona, ok, þetta virkar, þannig ég ætla bara að gera svona lög, bara eitthvað, þannig ég gerði, þú veist, 3 eða 4 þannig lög, svo svona, þetta er svona þreytt og svo svona hélt einhvern veginn allt áfram, svo sagði bara einhver við mig bara, herri hérna, ég sagði líka svona sjálf við mig bara, það er ekki að fara að gera eitthvað, bara alveg stöff, þú veist, það er ekki að fara að gera eitthvað alveg tónlist og það var svona síðast árið sem ég svona actually byrjaði að stíga svona frá því að gera bara eitthvað joke og byrja svona aðeins að setja meiri tilfinningu og aðeins meiri hreinskilni í þetta sko. Ég held að þetta sé bara góð kennsla því að við erum oft spurðið drenginni hvað maður þarf að gera til þess að því að koma sér áfram bæði í sketsum, sjónvarpi og tónlist og ég held að það sé bara að halda áfram að grænda do it sko, það er bara ángriðs, bara do it. Einfalda svarið er bara svolítið henni en sko, ég fíla líka það sem þú ert að segja, er að bara það er svo margir sem eru líka að liggja á stöffinu sinu endalaust og þá færðu bara leið á því gefur það kannski ekki út og svona ég held að fólk eigi bara að gefa út sko og bara læra á því og breyta og þú veist, það er bara holdt sko. Klálega, já, lykillinn aðeins er svolítið svona að vera, þú veist, fólk er svo hrætt við að fá neyið sko það þorir ekki að droppa lægina því það er svo hrætt að enginn hlusta á það, skilur. En ef enginn hlustar á það, þá skiptir það hvort er einhver máli. Nákvæmlega, ég er búin að gefa út svo mörg lög sem að enginn hlusta á, skilur. Ég er búin að feila, ég er búin að mistakast svo ógeðslega oft í tónlist, bara þið trúið ekki, sko. Ég er búin að gefa út bara ógeðslega mikið af stöffi og ég er bara að sína vinum mínum fullt á því að þú veist, vinum mínu hafa engan að hafa þessu þeir eru bara eitthvað, hætt að senda okkur þetta maður, þú veist, þetta er ekki það gott og það er ekki fínt að hafa satt næstir neglegar á jörðina jú, kannski hjálpa það líka, skilur, því að þú veist, maður verður svo sjúklega, þetta er svo sjúklega humbling experience að alltaf gefa út og bara engin list það hérst á að flestu gefist upp og King Háski er bara búin að keyra á þetta áfram og vinsælasta lagið í dag sem heitir Hvert ertu að fara og við erum að spila það búin að grænti 10 ár komin á toppin. Daði, takk fyrir komuna og haft áfram að grænda maður. Hér kemur Háski og Patrik með Hvert ertu að fara og þetta er sturla lamar, þannig að keep grinding. Ég held með þessu dreng, strákar. Já, kann ég vel við hennan meistara Darra, hann bara, þú sérðu alltaf hver eru toppmenn og hver eru ekki og djúbis meistar. Ég líka bara dyrka, hann var ekkert að gefast upp og þetta er bara gott fyrir það sem góð gestir í dag. Já, margir ungir að núta að hlusta, bara halda áfram maður. Já, líka bara þú veist, þetta gerist ekki alltaf einum degi, þess að hann sagði, ég er búin að vera í 10 ár, gaf út, sko, hann sagði bara, gaf út fullt af einhverju drastli og bara dælt út, fann bara einhvern stað sem hann fílaði sig á og þú veist, þetta bara grænda maður. Þessi margir gefa út lag, fá 2 views, kasta handklæðan og hætta. Já, það gengur ekki. Nei. En talandum að hætta, þá er eiginlega komið okkur. Við erum að fara í party time. Ég þarf að millifara, því að ég ætla má ekki mæta fyrir í borga, ég þarf að gera það í kvelli. Já, það var verktaka sem borga. Borgið þið? Nei, þess að bara verktaka sem þú veist að borga það. Hendu ekki bara í fólk og það er bara svo það er. Þú veist að verði ekkert Frikadór fritt í partí, hann er bara skemmt að nætti, sko. Ég var að fitum alveg Frikadór í morgun. Er ekki bara í toppstandi? Jú, hann er alltaf í standi, jú, hann huggulur allt. Já, það er þólið það ekki. Já, talandi góða tónlistamenn, hann er bara einn af mínum uppáhalds. Já, geggjaður. En við þökkum fyrir hlustunina í dag, minnum á blökastið sem er í mynd á þriðjudaginn. Það er mikið búið á kvart undan hvað langt sem við vorum með mynd. Þannig að það er stúdíóþáttur næsta þriðjudag, ekki missa honum. Annars bara verðum við hér með fullan bát á föstudaginn eftir viku. Góða helgi og bara ég ætla að henda okkar geggja laga. Mér skuldum vist auglýsingar í lokin. Það er kannski ekki alveg samastemmingin. Nei, það kemur lag eftir þeim. Bara keep your sponsors happy. Góða helgi, heyrumst.